Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Góðan daginn og gleðilegan helgidag. Það er sunnudagur í dag og við erum búin að vera hérna algjörlega án þess að komið þögn held ég. Það kannski bara nokkra sekundur. Svona þangapása en frá því 7 í gærmorgun eins og við höfum kannski verið duglega að minna á. Við erum kannski orðin svolítið montin með okkur að náða að vera í þessari marathon málþófs útsettingu svona lengi. Maður var voðalega glaður að ég sofnaði við notalegt spjall Gunnars Mára við Pétur Tyrfingsson bara held ég á 4. tímanum og það var sérlega skemmtilegt spjall og svo var nú bara hressileg umræða hérna í morgun og nú er kveður við nýjan tón það er búin að vera ýmsir tónar hérna og núna er ég komin með fullt stúdíóið af ljóðskáldum. Hjartans þakkir fyrir að koma svona á sunnudagsmorgni. Það er Pétur Magnússon, skáld og dagskrárgerðarmaður. Karolína Rós Ólafsdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Sigurbjörg Þrastardóttir, Aðaliður Halldórsdóttir og Guðrún Hannesdóttir. Takk fyrir að koma og mér datt í hug nefnilega að við myndum spjalla sem minnst svona eða þannig, ég veit að það er hægt að spjalla við ykkur, við gætum eiginlega rætt bara bókmyndir og hvaðina, við hefðum getað tekið nætuvaktina og verið hérna í marga klukkutíma en mér langaði til að því það er sunnudagur og svona notalegt að biðja ykkur bara að lesa fyrir okkur ljóð og mér langaði bara til að biðja þig Sigurbjörg að þú ert svo óbáðslega vön þú hefur ferðast út allan heim og lesið að þú ert svo mikill proffi hvort þú ert til í að byrja að lesa fyrir hlustendur og áhorfendur samstöðvarinnar. Já, ég ætla að fá mig vatn aðeins og ég vil óska ykkur til hamingju með þessu útsendingu. Það er meiri háttar framtak hér. Takk fyrir. Og óska eftirstandandi áhorfendum til hamingju með úthaldið ef þeir eru þarna ennþá síðan í gær. Kannski einhverjum í vaknaðir en ég ætlaði einmitt að masa sem minnst Spaða Kings. Við lofum að myrða ekki þá sem eru í haldi, pynta ekki þá sem vilja anda, gera ekki grín að trúðunum, greiða ávallt fyrir góðan hádegisverð, kenna engum að kokka krakk, æfa engungu snapp í tilsfur, skerpa allt nema eigin skauta, biðja ekki fyrir neinum nema meina það. Útlínurnar alltaf. Einhver með hagkaupspoka að horfa á sólarlagið og klóra sér í eyrinni þar sem kaupin gerast. Lausnar hendur. Konurnar voru hlekkjaðar við mjaðmennar á sér með þeim hætti að keðjan stóð frá hvorum úlið að belti en slakinn samt það góður að þær gátu auðveldlega sinnt kraftgöngu seinnipartinn. Þetta er semst úr bók sem heitir Flaumgósar og það er flakkað hér svolítið til og frá í tíma sveiti landsins og til okkar borgarvættu tíma. Þetta er fyrsta ljóðið í bókinni, það heitir Við erum hálsmeidd. Jú, við erum hálsmeidd eftir langar stöður undir súð. Vissum ekkert það sítrónu helvíti sem biði okkar við bæsaðar eyjur eldúsanna, ellegar ólm hundspitt vinsældanna sem yfir vofðu fram með æstu tíðfljótinu. Við stríðum enn við hálsmeiðsl eftir langar stöður undir súð en langar aftur með æstu flotinu.
Ég er minn eigin kýrópraktor. Ég er minn eigin kýrópraktor. Skorða fót í úpnu hrauni og rykki. Fimm hús saman. Leiða, hvíta, föla manneskjan. Mér slétt ekki neitt að berjast fyrir lengur. Lætur svæfa kött sinn og veitir nafngreindum aðilum aðgang að líkama sínum. Nótt og nótt. Án þess að gefa morgun skattin upp á bátinn til að fá gæsahúð og höfuðleðrið. Kannski það er meira vatn. Það er hér eins og í gufubaði í stúdíunum og það er komið fram. Þetta er náttúrulega baðstofustemning. Já, það er mikið baðstofustemning, þannig að þið sjáu hér svitadrópana leka af skaldunum og eftir, þá er það skýringin að hér hefur verið masað í alla nótt og engin hurð. Þöglir göngutúrar. Þetta er frekar lýgilegt, frekar grátlegt. Þessi feðgin tala hvort sína tunguna. Þöglir göngutúrar, veikir kippir, skrítið og næs cirka einu sinni í mánuði. Hverfandi séns að lýsa slagviðri, fé, leiðast til öryggis, kippir í þynd, fanghvítir jöklanna tindar. Náin þjónusta. Og hún fer í tæpa 2 mánuði á einhverja yfirgefna heilsueyju og sefur þar á golfkúlum og horfir aldrei í sólina nema með viðkomu í haffletinum og hún segir að það verði að elska ferðalagið þrátt fyrir bitförin og þrátt fyrir herskipin sem lóna úti á víkinni og dæla dagkremunum upp af botninum og hún lætur sem hún sjá ekki riðflugurnar við slétt slípaða gómana og hún er alltaf í ermalausum og náttúrulegum vefnaði með fingraförum innfætra sem þreyja þurrkana á öðrum eyjum og hún segir að notkun sólglerugna fjarlægi mann lífinu og nú er hún komin á smíðanámskeið til þess að byggja í kringum sig hákarlabúr fyrir persónulega brottnámsafmælið. Og að lokum hegðan arfsins. Allir á eyjunni deyja úr hjartatengdri veiki. Sumir lifa alveg undir tírætt en deyja samt úr hjartatengdri veiki. Takk fyrir. Takk fyrir, Sigurbjörg Þrastardóttir, ljóðskáld. Þú ert nú líka blaðakona, er það ekki? Ég er svona gegnum lífið af og til, já. En það væri nú mjög sniðugt fyrir fjölmiðla að sem sagt útvarp og sjónvarp að fá því líka rödd sem er gott að hafa svona, væri gott örugglega að setja það á líka fyrir, þú hefur verið góð á næturvaktinni líka. Já, það er einmitt. Það er mjög svæfandi þessar rödd. Nefn að maður myndi hlæja sig, kannski þegar maður verið rétt að sofna þá myndi maður fara að hlæja. Já, þá myndi maður einhvern veginn rífa sig. Já, þú ert svolítið lúmsk sko, maður heldur að þú sést bara svona einhvern veginn að svæfa mann og svo ertu svona askoti fyndin. Guðrún Hannesdóttir, talandum fallega raddir og ljóðraddir. Ég bað þig að lesa nokkur ljóð og við ræddum kannski að var það ekki svona eins og hálfgerð syrpa, dálítið myrk. Jú, ég var að hugsa sko á þessum síðustu verstu tímum þá fær náttúrulega ekki mikið fyrir svona sálaróni hjá manni. Svo lesa fyrstu ljóðin sem ég ætla að lesa. Hérna byrjaði svolítið merki og fyrsta ljóðið heitir Lúðurhljómur. Það var nú eiginlega sko heil bókmenntagrein sem að ég lá í sem að gaf mér svona sparkið inn í þetta ljóð en aðalega var það nú þegar ég sá að í hvað stemdi með forsetakosningarnar í vissu landi 2016. En það hljómar svona. Lúðurhljómur. Þú sérðu streyma hjá eins og fyrrum. Hálfgalinn, tignarleg, guðleg eða grimm. Þú heyrir hófatakið
ógreinlegt hvískur, sérð marglita leiftrandi makka, horn og hnarreist höfuð, sérð glitta í stingandi augu, glitfjaðrir vígtennur, klaufir og klær, fáséðar furðuskepnur. Hverafuglar, kerúrbar, fylgang, finngálk, nigrar og skoffín, drekar, draugar og drísildjöflar, og þú veist að flest eru þau á leiðin í bækurnar sínar aftur eða inn í hugskot mannanna þar sem þau áttu sitt upphaf og nú kyrrt stund. Til þess stóðu að minnsta kosti vonir flestra, en þá dregur upp nýjan sorta. Magnaðri straumur hefur myndast, æpandi, tístandi afstyrmi ryðjast fram. Fantar og fúlmenni sem ekkert fær unnið á, með logandi brennistein í hjartastað og samviskan svarthol. Og í kringu þá leika lausum hala smærri smánar og skaðræði stýr sem framselja landnám sitt feigð og fári án þess að depla auga. Þau eiga sér enga heimvist í bókum og þú veist að venjulegt grandvart fólk svo víðs fjarri því að geta afborið þessi ósköp í sálsinni að eina ráð þeirra skiptinu út fyrir eitthvað annað. Næsta ljóð heitir Blinda eða Sporgengill. Eru tveir titlar? Eru tveir titlar, Blinda eða Sporgengill? Ég veit ekki hvað það hljópi með ykkur þyktur að svona að í einni bókinni eru svona auka titlar sem að ég gat ekki gert upp á milli. En það má nota hugsutin hvora sem sko. Og hún svona Blinda. Ég legg lófan á öxl þína. Það ert þú sem veist hvert ferðin heitið. Sérð jafnvel til beggja handa, þó aldrei hvarfli að þér að líta öxl. Hnakkiðinn kertur, hlustirnar þandar, tönnum gnýst, hliðið opnast, skelfur á hjörunum. Nú nær okkur blóðið vel í skóvarp og slóð okkar óræk. Rétt eins og banvænn halinn, hringaður hátt upp á bak. Þetta nú ekki mjög svona gleðilegt eitthvað. En næsta ljóð heitir Jerikó. Það kannski þekkja flestir örlög þeirrar borgar sem var gjöreytt á sínum tíma. Og þarna kemur aftur líka smá svona auka titill því að hótið heitir líka þaulæft atriði. Gaman að vera með auka titlana. Já. Hann ber trompetinn að vörunum. Undir augnlokunum yðar hatrið. Eitruð eftirvænting í fingurgómunum. Hann opnar augun, fyllir lungun lofti og býr sig undir að blása. Börnin innan múrana sofa enn. Og svona áður en ég skiptum ham þá að ég lesa eitt ljóð sem heitir Gamla mestatestið. Og þegar ég orti það þá var ég nú aðalega að hugsa hlutskipti eiginkonu hans Nóa, gamla Nóa. En í raun og veru þetta náttúrulega gömul saga og ný og hlutskipti flestra kvenna eða margra því miður. Gamla mestatestið. Skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Á dekki hins 9. dags hvergi á þurran þráð, óðsmanns æði að reyna að deila matnum jafnt. Annast minnstu æludýrin
anda með nefinu. Skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Stendi niðurringd á 9. dekki. Borin vona varast bitin, þurrka teppin, halda friðin, hugga þá sem óvart var litið í djúpið. Skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Svo ætla ég bara að færa mig aðeins svona að friðsamari svona slóð, hásumars eða minnst íslenska. Og ég ætla að lesa ljóðum hérna ýmislegt sem að ekki alltaf sýnilegt. Og Þetta í 9 ljóðasafni, sé ég, það ekki? Þetta ekkert annað en smá montstatus hjá mér, að þetta allar mínar ljóðabækur komnar í eina. En gaman til hamingju. Mjög ánægjulegt. Glæsilegt ljóðasafn. En þessi, mér liggur við, ég held hún ætlaði að koma hérna hún Bergþóra. Það eru ýmsir sem koma. Ég var bara að hugsa að það var nú gott að bara tilenga henni þetta ljóð. Það heitir Draumur á júnínótt. Mér þótti ég vaða sofandi lóur í mjóalegg á döggvuðu engi og hestana standa eins og kóngóljós niður á völlunum, rétt áður en sólin snerti tindana miðnætur bíl. Þá dregur jörðin djúpt andan, keldusvíni lítur upp og steinarnir bylta sér hægt í svefnrofunum. Geislarnir taka að sópa undrónum saman. Kaplarnir af Egyptalandsmýrum og hinn dýri drómedar stíga út úr dalalæðinni og ég sé ekki betur en signaðir austurvegs konungar sé á röltinu heim tröðina. Og hvar væri hrjáðu barni á sömu slóðum betra að hlaupa berfætt smáraflötina undir vökulu auga mildrar móður og okkar allra. Næsta ljóð alveg örstutt og heitir Fjarvera. Þetta svolítið maus. Fjarvera. Á bökkum árinnar má sjá merki þess að einhverjir smávaxnir hafi kropið þar, fyllt lófa sína vatni og drukkið. Hlátur þeirra ómar í íðandi straumnum og spékopparnir fleita kettlingar niður ána. Önnur ummerki eru engin nema stráin við stíginn sem bærast enn í logninu. Og enn styttast ljóðin. Þetta sem ég ætla að lesa heitir Blánætti. Eins og mjóslegin þjófur nótt seitlar lækurinn hljóðlaust niður hlíðina. Með fagnaður hrolli fagurkerans nálgast hann feng sinn. Silfurgrænar perlur á díamosa. Ofraun heitir næsta ljóð. Regndropinn hefur lengi titrað efst á stráinu, skolfið í forsælinunni eins og harmþrungið hjarta. Bisaðið að telja himinhvolfin, kristalshiminin, eldhiminin og alla hina himnana, rifjað upp fylkingar engla og flókin hlutverk þeirra, allt riðlastað og að lokum og tvistrast í óreiðu og svima.
Þrútin örvæntinga þungri uppgjöf, lætur hann sig falla og breytist við það umsvifalaust í silfurtæran söng. Það var síðasta ljóðið sem að heitir Himnabréf. Það er nú vel við hæfi á sunnudagsmorgni. Já, ég veit ekki hvort að fólk veit hvað himnabréf voru. Það var hérna á öldum áður til himnabréf á Íslandi og víðum lönd. Og það voru sem sagt bréf sem voru talin skrifið á himnum og hafi borist sem sagt til mannana með hjálp engla, og trúin á þessi bréf var afskaplega sterk og þau gengu af erðum, og þeir sem áttu svona bréf þeir töldu sig vera hólpin í þessu lífi og næstu. Og svo eru sumir sem eins og ég sem að pukrast við að skrifa sitt eigið himnabréf. Og það þetta, við lesum í ljóskvirfil lindanna, í net kóngulóna sem þær hafa dregið yfir túnin. Þar má taka upp hvaða silfurþráð sem eða sleppa. Lesum í ilmandi smára og bjölluling og aðrar trúnaði verur drottins. Vantrúin sem leiðir andlit okkar eins og lófastórt ský hverfur á andataki. Okkur óhætt að leggja bréfið aftur. Það sem þar var eitt sinn lesið líður okkur aldrei úr minni. Takk að þið fyrir, Guðrún Hannesdóttir. Maður fær svona aðeins erfitt að, já, maður fær aðeins stafinn, og ég hef nú lesið ljóð þín mér til sálu hjálpar og þakka þér fyrir lesturinn. Það er svolítið erfitt að taka við af svo af konu sem með svona flott ljóðasafn fyrir framann sig, en Pétur Magnússon, þú ert líka dagskrárgerðarmaður og ert vanur að vera í beinum útsendingum hér og þar, standandi uppi einhverju skriðu og þannig má ég biðja þig að taka við keflinu. Algjörlega, og ég bara sem dagskrárgerðarmaður þá líka þegar ég segja að mér tilkom mikið hvað þið með að bóka marga með það að það sé sumar og sunnudagur. Ég er ekki viss að ég geti bókað svona mikið af áhugurum viðmælendum. En þú ert að bóka ljóðskáld, er það ekki eitthvað? Jú, ég er núna búin að vera baksa við svona sumardagsskrán á Rás 1 núna hefjast, og við erum svona eitthvað að reyna að fá fólk í viðtöl, og fólk er mikið eitthvað út á landi og í fríi og nennir ekki og eitthvað svona þannig, þannig að það er alls konar, þannig að mér tilkom mikið að það geti verið með viðmælendur í allan þennan tíma. Þakka þér fyrir, Pétur, en þess þá heldur að þakka ykkur fyrir að koma hingað á sunnudagsmorgni. Já, ég átti ekki alveg, við skal alveg á hverju ég ætti von þegar þú baðst mig að koma, hvað þá að ég var að lesa þetta með uppáhaldsljóðskaldunum mínum. En líka mín ljóð hafa ekki birst saman, heldur þau eru svona hér og þar, og mér fannst það kannski svolítið svona oddnýjarlegt, þannig ég bara svona kom með bara svona eitthvað sekk af ljóðbókum sem ég hef ekkert í, og svo bara er ég með svona eitthvað stílabækur og doktorskjöl sem ég ætla bara að lesa upp úr. Þú hefði verið góður á næturvaktinu líka, Ég ætla að lesa ljóð sem heitir Vitavörður. Og eftir að hafa legið dögum saman á gólfinu, víggirtur innan bækurnar, hundurinn blundandi milli lappana, stendur þú upp eins og ekkert sé eðlilegra. Ég fylgist með þér, vongóður þér að segja, furðu lostinn, standa keikur fast í báðar lappir, athugull eins og vitavörður. Þú segist eiga erfitt með að muna eftir sjálfum þér, langt síðan sprungur mynduðust í vindbarða steipuna, saltið myndar húð sem molnar, segir að föllin séu meginmál, séu leiðir inn að innsta kjarna sönglar. Notar pillubóksin sem hristur, time is an ocean but it ends at the shore, þagnar.
áréttar að tíminn sé frekar eins og spírall, kuðungur sem snýst inn í sjálfan sig, kannski sjóndeildarhringur en ekki haf sem þú þekkir, sem þú hefur vaktað í gegnum þokuna, fundið fylla lungun. Ég hef annað ljóð hér í þessu skjali sem heitir Kirkjuturnar. Mér var svolítið skemmtilegt hjá Guðrúnu að vera með svona auka titla og það vilt svo til ég var að lesa úr safninu þínu Kristín, lokaði augunum og hugsaði mig og var að lesa ljóð sem heitir Kynlíf, þannig ég er að bæta við svona aukatitli sem er þá Kirkjuturnar og aukatitillin Kynlíf sem er hér. 3 vikur og við stöndum í hæfilegri fjarlægð, höldum á sígarettum eins og pennum, grípum fast olnbogabætur, leggjum hökur, kinnbein á axlir. Síðasti klukkutíminn er fljótastur að líða, það er satt. Moldin þráir fingur og við krjúpum í trjágróðri, leggjumst við á bæn, tilbiðjum þessar góðu syndir, við erum að æfa okkur. Myndum form sem aðeins má túlka úr fjarska, svona hreyfast líkamar sem seilast jafn langt í allar áttir og þar sem við krjúpum teygja múrsteins rauðir kirkjuturnar sig ofan í jörðina eins og spegilmynd. Mér langar líka bara að lesa eitthvað sem ég skrifaði ekkert sjálfur, ef það er lega, má það ekki alveg? Jú, ég er búin að hugsa mjög mikið ljóð í þessari bók sem heitir Norræn ljóð 1939 til 1969. Karolína bað mig að lesa ljóðakvöld daginn og við tölum mikið okkar milli við elskum ormaljóð, ljóðum ánamaðka og orma og svoleiðis. Og ég fann nefnilega ljóð í þessari bók eftir danskt ljóðskáld sem heitir Benny Andersen, ekki þennan í ABBA, þetta er annan Benny Andersen. Alnafna? Já, ég heldur að sé son, Benny Andersen, þessi er Andersen, er hann sænski ekki Andersson? Það er ekki rétt muna, ég veit það ekki alveg, sem heitir Ánamaðkur. Og ég er búin að hugsa svolítið mikið þetta ljóð, mér finnst það eitthvað svo skemmtilegt, þannig að einhver að lesa það. Ánamaðkur. Jarðnæstur allra, ólíkastur fugli, mér finnst þetta ógeðslega gott að ánamaðkur sé ólíkastur fugli. Og jarðnæstur, moldnæmur, sandkítlinn, leirfús. Þú verður aldrei festur á skjaldarmerki, ónothæfur í hátíðarljóð og auglýsingar, of óhetjulegur, of nakinn, ósiðlegt samneyti þitt við undirdjúpin vekur klúrar hugsanir okkar sem leiða okkur til freistni. En þó er verst að við eigum þér vonlausa skuld að gjalda fyrir klámfengna iðni þína. Án þín væri hnötturinn andlega voluð óbyrja. Skammastu þín. Allar þessar grænu, frjósumu, blómskrýttu byggðir eru þitt, saurlífsverk, og við fyrirgefum þér það aldrei. Þú lítilmótlegi, vanþróaði, hlægilegi, lágstæðasti, lægst skríðandi, undirförli öreigi. Gerðu þér stöðu þína ljósa og hættu þér ekki upp á yfirborðið. Með heiðarlegar skóflur stöndum við reiðubúnir að lima þig sundur frá sjálfum þér. Þetta er hugvekja. Hver þýddi þetta? Þetta er Hannes Sigfússon sem þýðir öll ljóðin í þessari bók. Þetta er náttúrulega eitthvað svona málsvörn fyrir því að ljóð þurfi ekki endilega að ríma, sem er mikið af ljóðsöfnum hér. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Vá, þakka þér fyrir. Minna okkur á þessa bók. Þýðingar Hannesar eru stórkostlegar. Kannski bara í framhaldi ætla ég að lesa ljóð sem að hefur birtist einhvers staðar, ég man ekki alveg hvar. Skírni, sem heitir Fræspenningur, sem er líka svona ormaljóð. Manstu þegar þú hnoðaðir valnetur
úr leir og rótmassa og villifræjum og varpaðir þeim ofan í jörðina. Þegar rigndi sprungu þær út, blöðin brutust í gegnum skurnina og teygðu sig áfram með tímanum, uxu þau og blómstruðu og breiddu úr rótunum og jörðin breyttist. Mundu eftir því hvernig hendurnar lyktuðu af blautri mold og hrjúfur leirinn gaf undan þegar þú kreistir varlega. Hvernig moldin var dauð og full af plasti en nú leita þangað maurar og bjöllur og ormar og býflugur. Kannski heitir viðbót? Ekki, fínt bara. Ágætt. Negatíva. Dagarnir sem við fengum að láni leysast upp. Göturnar verða aftur að venjulegum götum. Þessi sígaretta fullkomlega merkingarlaust. Ekki a. framhalda þeirri síðustu undir hitalampa borgin eins og negatív filma. B. glóandi hnöttur í myrkrinu á milli okkar. Í íbúðinni heyrast engin hljóð, skruðningar í lestarteinum, þjóðlaga tónlist á portugalsku, gluggi að opnast inn í brjósthól, engar bækur í hillunum. Fyrir utan ekkert fólk sem við þekkjum, engin tré sem við höfum setið undir. Þessi kinn geti allt eins verið hver annar vöðvi. Þakka þér fyrir, Pétur Magnússon. Ljóðskáld, það er svo gaman að fá að heyra þína rödd og að því að þú ert alveg dæmigert fyrir þig að fara að lesa líka upp ljóð eftir aðra að því að þú ert náttúrulega dagskrárgerðarmaður hefur búið til magnaða fléttuþætti sem margir þekkja þar sem þú ert svona hleypa ýmsum röddum að út í dagsljósið. Þannig að þakka þér fyrir það og þakka þér innilega fyrir ljóðalesturinn. Velkomin. Þá eigum við, þetta er gnægtarborð hjá okkur. Vilt þú vera næst aðalegur? Halldórsdóttir sem að við þekktum lengi vel sem dansara og svona, hefur gert ýmsar tilraunir á milli listforma og svo gafst út ljóðabók. Einmitt, svo gerði ég það bara. Svo skrítið með svona að því að þú sagðir, viltu kannski koma og lesa upp á bókinni þinni? Og kannski til þess að fría mig undan því að þurfa að hugsa hvað ég ætti að lesa upp, það bara tók ég bókina, en ég hef ekki opnað hana ótrúlega lengi og það var svo skrítið. Að því að svona textar eru tjáning einhvers tíma og mér fannst ég þurfa að labba inn í skóginn tilbaka einhvern veginn, finna aftur eitthvað. Þannig að, já, það er gaman. Ég ætla bara að renna mér inn í, þetta er sko að þetta er svona þráður, öll bókin. Ég ætla að fara bara inn í lokasprettin. Viltu segja okkur fyrir ekki hvað bókin heitir? Já, ég get gert það. Já. Hún heitir Taugatrjágróður. Taugatrjágróður, takk fyrir. Kom út hjá Bjarti. Og annað, ég var að horfa ofan í bækurnar ykkar og það er ótrúlegt hvað orð á blaði er fallegt. Það er svo vel í augun. Nema hvað. Já, sem sagt, þú mátt skilja punktinn eftir hjá mér sem áminningu á það til að gleyma mér árum saman. Og hún leggur punkt við rætur konu, forðast sökum plássleysis að kveðja með augunum, lítur því undan og lyftir hendi, eins hlýlega og undir að óska einhverjum velfarnaðar með hendi og hún fikrar sig úr garði, bráðum óferðafær sjálf, gengur af stað eftir stjætt með hálflugt augun, rakleiðis í suðvestur í áttanæði við sjó. Þenur lungu með nýju lofti, varpar frá sér annara anda, örlítið af sínum og svo bréfi úr lófa, kæruleysislega á ósópaða gangstéttina. Þú mistir, heyrist hrópað handan götunar, hendir ekki rusli á víðavangi, nei, auðvitað ekki, muldrar hún skömmustuleg, tekur upp bréfið og treður í vasan. Manstu eftir mér, segir þessi iðandi eldri kona í flæðandi kápu sem hreyfist líka í stillu eins og þennan dag. Ertu á leiðinni niður á sjó? Hún svarar engu nema ógreinilegu brosi út í annað.
Ég geng með þér, segir hún iðandi, má til með að segja þér sögu af einni sem ég þekki. Merkilegri konu sem hélt sér saman alla daga til öryggis með þvingum. Rauf tenginguna blessunin við líkama, við sársaukataugar og tilfinningalíf meðvitað til að geta haldið áfram. Sendi bara praktísk boð til hjartans, til ósjálfráða taugakerfisins, andaði inn og aftur út í 4/4, til móts við hjartað sem sló í 3/4, fúlsaði við boðum að neðan, lét sem þau kæmun ekki við. En vistu, líkaminn undi að sjálfsögðu ekki þögnartilburðum. Taugakerfið tók titringskost til að minna á sig, hjartað gaf frá sér slíka bresti að nágrannunum sveldist á kjötbólunum, hendurnar gripu fyrir munnina á henni þegar hún talaði gegn samfæringu sinni og fæturnir ýmist brugðust henni eða hlupu með hana niður á sjó, út úr mannmerðinni. En verst lét þó þindin með þessum sífældu samdráttum, því ekkan þoldi hún síst. Svo hún tók til sína ráða, en ekki hvað, hljóp í skúrin til pappa síns, átti þar greiðan aðgang að bráðnauðsynlegum tólum til að lifa af, greip þvingur og þröngvaði 2 brjóstólið, hægra og vinstra megin, þeirri 3 við bringspalir og 4 barkan til að hemja röddina, orðin, grátryglurnar og herti vel. Og það dugði til. Hún gat haldið áfram. Farið, fætt, gert, kynst, glaðst, bráðnauðsynleg tól til að hemja efnið. Því miður fann hún enginn fyrir andan í skúrnum hjá pappa. Mamma hennar ekki heldur. Amma hennar ekki heldur. Langamma hennar ekki heldur. Langaði hana? Langaði hana, spyr hún. Hún íhugaði ofta að losa sig við þvingurnar, lifa án, en þorði ekki. Með tímanu var hún þó lúin, enda snúið að klæða þær af sér, eiga á hættu að ryðga í baði, þreytandi að útskýra hlaupin niður á sjó, heilsa nágrannunum afsakandi við póstkassana og gleðjast ekki eða gleðjast Og mamma, amma, langamma, langaði hana kannski. Langaði hana, spyr hún. Veistu að síðast þegar við hittust var hún, þessi kona, að æfa sig að senda straum ofan í tilfinningalífið. Notaði til þess kaplan hans pappa síns sem enn lágu í skúrnum þó hann væri löngu farinn. Og það gekk vel, sagði hún mér. Bara skrambi vel. 12 volt og sjálfið spertist upp. 12 volt og viljinn hrökklaðist í gang, högtandi eins og vélinn í gula bronkójeppanum hans pappa míns heima í sveit, sem allt og lengi þjónaði sem stáss í hlaðinu. Og daginn grét hún víst þessi kona, mömmu sína. 7 ára gömlum tárum, pappa sinn skömmu síðar, en eldri tárum. Þetta ekki dæmalust? Alveg dæmalust, svarar hún. Á 10 ára planinu víst að gráta þeim elstu. Þau koma síðast, enda seigfljótandi, vatnið gufar upp, seltan situr eftir, eðli efnis. Það álag fyrir augu að gráta seigfljótandi tárum. Í dag safnar hún þeim í krús, gerir úr þeim síróp og ber fram á tyllidögum. Hugsaðu þér. Ég hugsa mér, svarar hún og hugsar sér. Svo veifar hún sig burt þessi kona í flæðandi kápu, hrópar handan götunar, mundu að götur eru ekki ruslafötur og svo hlær hún sig í hvarf og hláturinn bergmálar inn í henni, magnast upp í ómstríðan kór, skellir á manni, á bekk, í konu, á útskeri, þvælist í viltu svörtu hári, flækist í óreiðu taugatrjágróðurs, sekkur í seigfljótandi tárapolli, þyrlast upp í gusti af flaksandi kápu og tínir sér í ilmi sem gerir menn ringlaða. Og í ómstríðinni miðri kemur maður aðvífandi, svífandi, einmitt svo sem ég vildi hitta. Já, nei, sko býtu, ég ekki núna held ég þarf að skreppa nefnilega frá, flýta mér smá og hún flýtir sér smá, skrapp í burtu, örlítið saman en aðalega á bekk, skrapp á bekkin sinn. Og skroppin þvæld, þrungin, þunguð, þreytt á klaufagangi markalust tilfinningalífs sem svolgrar í sig óvílugt en af áfergju allt umleikis, hin öll. Svo örleg þeirra verða hennar, vandræðagangur þeirra ígir hennar, þanið ego þeirra kæfir hennar, svo allt hennar löngu týnt í mannlegu drullumalli og einræmiðinni vex óurleg en blómaskreitt drullukaka líkt og í búaleik bernskunnar, svo hún þolir ekki lengur við. Tæmir kviðarhólið í óreglulegum púlsandi græðginnar, vissnar örlítið smá, missir skerpu, líkt og gleymstafi að snúa upp á linsu hinna á hana sem þó þakklátt stund. Þess vegna ein, ekki einmanna, stundum einmanna. Og í mæðunni, léttinum, lausninni kom í hana jæja og í jæjanu tekur hún múlin máttleysislega af hugsuninni, klappar, þjættingsfast, sleppir lausri, leyfir að fljóta frjálsri. Og hún flýtur í átt að engu lengi en svo að fugli
í neyslu, óstöðvandi berjaneyslu í Reynitré. Að krakka sem hefur gleymt sér á heimleið með fljótandi huga eins og hennar. Mánadagur, hrópar hann þegar hann sér að tunglið enn á vakt og langt sér liða á daginn. Að dæsandi konu sem burðast með heiminn og vikuinnkaupin á herðum sér. Að manni sem sparkar í dekk af því hann hefur séð aðra gera það og séð og líta vel út við að gera það. Að tónlistinni sem hefur hæfileikan til að selflytja hana án atrennu á merkilegustu staðina, að tærast að tóninum í litrófi tilfinningana, sorginni sem þarnast engra lykla til að ljúka upp hvelfingunum, að fólkinu sem býr innra með henni, velkomið, óvelkomið, fólkinu sem eins og hún gerir barnslega einlægar atlegur að lífinu, myndi mannin sem nýtti drauma sína í óþægileg samtöl en skammaðist sín samtímis fyrir fábreytt myndmál drauma sína eins og það kemur upp einfeldni hans og hann sagði engum frá. Myndi annan sem dreif ekki upp tröppurnar, dagaði því uppi á milli fyrstu og annarar hæðar en gerði gott úr því, skemmtir nú fólki á uppleið með traki komiskum sögum úr eigin lífi. Myndi vandvirka konu sem vildi byrja upp á nýtt en gróf óvart stóðirnar undan sjálfri sér í leiðinni. Myndi aðra sem eftir aðeins andartaksfund skildi eftir fingrafar í sjálfsmynd hennar. Myndi hinn sem hókin af reynsluleysi bar ástina í lófunum en þrýsti og fast og glutraði frá sér líkt á sandi milli fingrana. Myndi hann sem hún vildi helst ekki muna, sem hún hitti í hringstíðanum, skýrastur allra áreynslulaust. Myndi sprúðlandi kátínu unga mannsinn sem ekki bauðst að spreyta sig á ellinni, andagift og undri hins sem átti eftir að sýna henni alla tónlistina, myndi maltflöskur og suðusúkkulaði, vaniljuís með ávöxtum úr dós, svarta pétur og sígarettureik. Myndi þessa mjúku en stöðugu nærveru ferðafélaga hennar þarna hinum megin og því að gefa gleðinni fleiri stig við hliðið. Og brosandi yfir fjölskrúðugu mannhafinu innra með henni sér hún út undan sér syndrandi hitlingar í fjörunni, 4 holdmiklar konur með rjóma kransa hálsinn, hlæjandi, svo hvítir kransarnir dansa hálsan á þeim og þá myndi hún hláturinn sinn. Myndi þegar hún sjálf dansaði með rjómakrans hálsinn og hló, mann sæluna sem vaknaði þegar rjóminn rann niður líkamænar, þornaði í kuldanum og sprakk í margbrotið munstur, svo hún stóð sem hvít röndóttur tígur, hlæjandi, svo hann molnaði utan af henni, skapaði áferð fortíðar inn í nútíð og hún elskaði það. Og hamslaus, þunguð, fallegu fólki brosti hún og skildi að helst vildi hún safna seigfljótandi tárum í krús, gerur þeim síróp og bera fram á tyllidögum fyrir þau öll. Og þá kemur hann, brosir og segir eitthvað á við, þú hér, aftur, eða ennþá. Já, ég hætti hérna. Takk fyrir. Aðalheiður Halldórsdóttir, ljóðskáld og dansari, maður eiginlega finnur alveg fyrir dansinum í textanum og svo ertu líka svolítið góð að lesa svona hratt að því að tíminn okkar já, en að það er á stundum sem þessum sem maður ánæður eiginlega hvað við seljum fáar auglýsingar að því að við þurfum ekkert eitthvað að rjúfa dagskrána til að koma að einhverjum löngum auglýsingapakka, við getum leyft okkur að lesa frekar ljóð og hlusta ljóð hérna á samstöðinni þótt við séum líka svo sem óskemmtilega að fá nokkuð auglýsingar en þú varst nú líka auglýsað þarna malt og ýmislegt má heyra það er það býður okkar samræða á Summi almannaútvarp og hérna frammi hjá Kolbrúnu Valversdóttur sem er okkur stóð og stytta í þessu maraþoni hérna. Hún er að gefa kaffi góðum mönnum. Það er Þröstur Ólafsson, Indriði H. Þorláksson og Ólafur Þ. Harðarsson. Þeir eru komin til að ræða horfinn heim. En þeir ræða horfinn heim á meðan við skulum ekki vera í neinu stressi, við eigum örlítinn tíma eftir fyrir 2 miklar skáldkonur hvernig við getum sleppt við eigum smá tíma eftir já, má ekki biðja bara á ég að biðja þig Karolín að lesa úr kvalnum þínum kannski ekki allan og biðja svo þig Kristínu eða Kristínu svo hóver eða kannski biðja Kristínu að byrja því annars segir hún að hún ætla að hætta við það því þá Nei, bara alveg sama Já, ég ætla að lesa hérna nokkur brot úr kvalnum Ég stíg borð eins og í ferju með poka og annan og þægilega seiðandi
guttlið í eyrunum, támjóa skó sem skera net, blotna í fæturna, köllum það skincare eins og allir kalla svo margt. Nú myndu sjá mig sem ljómandi flöt í ólgandi hafi birtist og hverfur. Býtu, var það? Þarna? Auga sem blikkar þig og þú alltaf jafn mikið fyrir hafið. Þögn á litlum rauðum báti sem hefur selt miða á sýningu vonar. Bíðum bara, þolinmóð, bíður lítill hátalari stjórnborðsmegin. Svona mun ég birtast innan úr hvalnum, vonandi, stökk og léttur úðinn glitrandi í gegnum loftið sest á skjáin, handarbakið sem á lófan sem strýkur yfir glerið og síðuna til að slétta skrýtna brotið og nei. Þetta ekki hetjudáð eins og manna með skegg eða hatta, heldur leitin að því hvar hafið hefst og ef það kemur mér við, hvernig það heldur á öllum í einu. Jafnvel lítil vök á steini sneisa full eftir flóð, marflær í fleirtölu, sprættappi, gler úr glerauga, gler úr öðru, smápenningur, skrúfa, kuðungur, það vissulega ekkert loft í fiski, ekkert verra að reyna að draga andan hér. Dagur 2 í hvalnum. Hvalurinn svangur og fyllist af vatni eins og belgur, eins og bladra. Ég í sturtu allan daginn. Dagur 3 í hvalnum. Þú vissir ekki hvernig hafið, svona fullt af kvölum, litlir punktar sem draga línur yfir skjá. Við reynum að fylgjast með þeim eins og öðrum, gera hvalakort eins og mannakort. Þessi staður hér til að borða, hér til að elskast, hér til að syngja, hér til að deyja friðsælum, hér til að deyja skelfilegum, hér til að fá lítinn fiskakroppa hvalalús, í lagningu, hér fram eftir kvöldi, hér sem blikandi á ratsjá litla stjarnan hvert hún fer næst. Hér vert að minna á holdi klæddan líkamann sem fylgir rauðum punkti. Hér hvalagangan í blóma, þétt teikning pixla þetta misserið. Njóttu vel, ekki taka því sem gefnu. Dagur 5 í hvalnum. Það gott í sjóin. Hvalur framundan, mig langar að vita svo margt þig. Hvernig finnst þér best að? Eigum við kannski, ég get alveg klórað þér hérna. Hvað getur þú haldið niðri í þér andanum lengi sint, borða marga pilsur í röðan þess að kúast? Hvað sér þú í veðurbörðus andliti skipstjóra? Nei, ég segi nú bara svona. Jú, bara svo gott að sjá þig, úr fjarska, svo gott í sjóin. Þú stemdir í átt til okkar eins og engill, sporðurinn vangir bara búm, upp úr hafinu. Fallegt. Ekkert, ó nei, bara gaman, bara svo gott að vera svona inni. Ekki að kastast til í bárum og bylgjum, ekkert net, rafmagn, sorry, no connection, mjúkt og hlýtt heldur rakt kannski, bara æði og gaman og takk fyrir mig. Karolína Rós Ólafsdóttir, má ég biðja þig að sýna áhorfendum þessa stórkostlegu bók sem svona eins og lítið harmonika og bókverk og listaverk leið. Þetta 2 metra ljóð. Vá, það svo fallegt. Já, hérna hann. Og að því við höfum svo stuttan tíma, má ég þá biðja þig að koma seinna og lesa restina fyrir okkur? Já. Ég alltaf til að koma hérna á rauða borðið. Já, þú viljug, góð. Já, ég gerði sem sagt teikninguna með listamanni sem heitir Boas Jósef Frídman og við gerðum annan hvern, við fórum í leikinn sko. Við brutum saman, þannig ég gerði hausinn og svo gerði ég annan hvern frá því. Þannig við vissum aldrei hvað hitt það gert. Já, takk. Þannig að þetta nú hægt að kaupa þá, ef við núna eins og í lakanískri sálgreiningu hættum, sko, þegar ostalan opnast og við erum komin inn að, það tekur mig kortir að brjóta eitt, þannig að gefa mig bara smá fyrirvara ef við viljum fá eintak. Já, ég skal taka frá fyrir. Takk fyrir. Kristín Ómarsdóttir, ætlar þú að svona, með stóra ljóðasafnið þitt fallega? Ég ætla að lesa bara bita úr því, sko. Já. Bara blasi, þú veist, ekki, þú veist, svona
Finnst þér eitthvað stressandi þarna ég hef verið að kynna dagskrán og svo eru tveir skákmenn að koma og svo eru síðan Egils og svo heldur á marathonni. Ég var bara svona að segja, ég ekkert að búa til neitt stress. Þú sagðir ekkert stress. Það ekkert stress. Og það sko meira að marka þegar ungt fólk segir ekkert stress en eldra. Já, ég nú eldri þannig að það ekki. Nei, þess vegna var ég ekki alveg viss hvort ég ætti að taka markaði. Já, svona takk mátulega markaði. En ég búin að taka eftir að 20 eða eitthvað manneska segir við þig ekkert stress, þá bara verður maður rosalega rólegur. Já, einmitt. Já, það eitthvað svona aðeins svo fjarar úr rónni því. Svo því fleiri ár sem mælandi ná að baki. Já, svona ekkert stress milli samanbitin að tanna hjá eldra fólkinu. Já, en þetta mjög, og líka no pressure, no pressure. Þegar þau segja líka no pressure. Sem ég veit ekki hvernig á íslensku. Engin pressa. Engin pressa, já. Þau segja það líka. Mjög áhrifaríkt. Láta ungt fólk róa sig. Já, ég ætla að lesa hérna bita úr þessari og hérna ljóðasafnu og úr bók sem hún hét bók sem hét hérna Kóngulæri sýningaglugga og svo eitt hérna ljóð bara stakt. Ég var sko með nokkuð prógram en aldrei aftur heitir þetta ljóð. Hendur mínar hreinsast aldrei eftir að ég þvoði klósett auðkýfings. Snerta aldrei elskuða minn, greiða mér hárið. Sagt að sú sem skít þrýfur, eignist fagra koju í himnaríki, hreina tjörn með ljóskösturum, hásæti við hlið Guðs. Ég eignast aldrei hendur mínar aftur. Og svo ætla ég að lesa hérna, þetta var nú bara út að þetta nýtt ljóð, sem sagt? Nei, það síðan 2013. 2013, já. En bara svona lausum. En það voru, já, ég ætlaði kannski að lesa hérna eitt sem, já, en geymum það. Já, hérna, mér svo fallegt hérna spékoppar, fleita kettlingar niður hana. Takk, Guðrún, svo trúlega fallegt. Viðurlag. Já, þetta ort 2016 og já, það var ákveðin aðili sem var verið að víja. Viðurlag. Hnífapar dansar á flegnum dúki. Hnífapör dansa. Hnífapar dansar á flegnum dúki. Hnífapör dansa. Á skjaldamerki, innsigli, morgun ógleði. Hnífapör dansa á flegnum dúki og renna stóðunum undir húð mína. Lífið draumur. Vísun í Calderón de la Barca. Regn klæðir gluggan, vor nálgast lýðveldið, ég fel líkamann röndóttum akri sem móði mín plægði og faðir minn sáði í. Vakan hefur öðruvísi áferð en voðin sem ég ferðast á niður fjallið. Ég geng fyrir horn, grænt hús verður gult, lotningafullt brjóst tæmist, koss breytist í hníf. Maður slær eign sinni á vökuna, annar skattleggur súrefnið, sá þriðji veiði fisk, sá fjórði selur fangið. Best að hlæja hærra að spegilmyndin en í gær og enn hærra næsta dag. Dætur mínar varðar sólargeislum, plæja og sá í drauminn. Synir mínir varðir sólargeislum, plæja og sá í drauminn. Daginn snjóar, svo rignir, vetrarteppin falla niður af svölunum. Lífið draumur. Og þá kemur næsta sem náttúrulega heitir martröð. Í landinu hafa íbúarnir ekki efni á fingrum, klipptir af við fæðingu með viðhöfn, kaffi og kökur og eftir, safnið urðað. Krossaumið mynda púða, skurðgrafa ofan á fingra fjalli. Á götunum heyrist ekki fótatakið,
þruskið stillt á þögn, öskur stillt á þögn, nætur óp konu sultað, án ummerkja, opnast hurð og lokast gluggi. Krossaumað á púða, api á trambolíni, köttur á skíðum, hundur á skautum, barn, lamb, röndótt magniglas, blóm. Dagspyrtan strókar út líðin, regni biður afsökunar áður en það fellur, krossaumað á púða, sjúkrabill, broskall, broskall, vink. Krakkarnir þræða varirnar saman með nál og tvinna og syngja saman í draumkór. Svitaperlur kórstjórnandans leika nóturnar, lófaklappi líkist fossi, foss, krossaumað á púða, foss. Tungurnar sleikja saltið af rúðunum, hannyrðir eru iðkaðar annar staðar, herskip flytja peysur og sokka til landsins. Bara stoppa hér. Takk fyrir Kristín Ómarsdóttir. Hlustendur og áhorfendur vita nú kannski að þú ert svona mjög mikill áhrifavaldur í ljóðagerð á Íslandi. Ekki á Instagram. Nú, já, ekki á Instagram en í ljóðaheiminum og svo hefur líka verið góð í umræðunni mitt á næturvaktin hérna í nótt svona listamannsreikin rými því að þú hefur varst með rakst galleri á heimiliðinu, Glerhúsið. En ég held að ég verði að þakka ykkur fyrir komuna, mikið óskaplega var þetta góð ljóðastund hérna með ykkur og takk fyrir að bara einhvern veginn búa til svona prógram spontant í spuna. Já, til hamingju með allt marathonið þetta. Þakka þér fyrir, ef það er við hæfi að segja til hamingju en við eigum eftir að sjá hvað hefur safnast, en það er allavega búið að vera gaman og þetta er alveg stórkostlegt að sé hægt að það er þessi svona sameiningar, já, samvinnan, orðið sam hefur svolítið unnið finnst mér bara núna maður finnur svo mikið samhljóm og samtakamátt. Svoleiðis að meðan að ég að vita hvort að pabbi minn, ég verð að segja það Ævar Kjartansson sem var útvarpsmaður í mörg ár, hann er hættur að vinna í útvarpinu, er að grúska í Dölunum en hann var nú svo góður að vera á bakvakt í þessu marathoni. Ég held að hann sé þá búin að vera frá klukkan 7 í gærmorgun á bakvakt ef að einhver skildi ekki mæta því hann náttúrulega þekkir örvæntingu dagskrágerðar fólksins að ef að verða veikindi skyndileg og engin mætir að þá er hann búin að vera tilbúin á Zoom en svo er ég búin að segja neini allir mættir þannig nú er bara spurning hvort hann er sofnaður á verðinum eða kannski farin að gera eitthvað annað. Nei, nú ert þú komin þarna, já, byrjum við. En þið megið vera og þið megið fara, sem sagt, kæru ljóðskáld. Ég ætla nú kannski að afkynna ykkur fyrirgefið. Það er Pétur Magnússon, Karolína Rós Ólafsdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Sigurbjörg Þrastardóttir, Aðalheiður Halldórsdóttir og Guðrún Hannesdóttir. Stórskotalið ljóðskálda á Íslandi. Og takk fyrir stórkostlega Oddný. Já, takk fyrir. Ævar Kjartansson, útvarpsmaður, er komin á línuna. Óþreytandi á bakvaktinni? Já, þetta er nú frekar létt að vera svona bakvakt. Heyrðu í mér annars? Ég heyri í þér, já. Það er bara, þú ert tæknivætur. Ég er tæknivætur, Þetta ertu bara með heilt hljóðstúdíó þarna, hlaðvarp Hlöðberg, þannig að við samstöðin heilsar hlaðvarpi Hlöðberg í Dölunum. Þeir bíða frammi til að tala lýðræði og horfin heim og eiginlega ræða vetrardagsskrána sem að einmitt ég hef notið, hvað segir maður ekki, þíns liðsinnis að ræða einmitt hvernig við tökum vetrardagsskrána með trompi og til að byrjum strax í ágúst að ræða lýðræði. En mér langaði til að spyrja þig aðeins bara hugtakið almanna útvarp, er það ekki hugtak sem að þú skrifaður Já, það er náttúrulega það sem við höfum verið að þá er það kannski eins og þegar var farið að draga úr því að nota ríkisfánan, hann að klofna. Það er svolítið eins þegar verið að tala ríkisútvarp að
Mér fannst það svona dálítið yfirvaldslegt og þess vegna var farið að tala þjóðarútvarp eða almannaútvarp, almannaþjónustu og þá í þeirri merkingu frekar, eða lögð áherslu frekar á þá merkingu að þessi stofnun væri að þjóna almenningi. Það væri þjónustustofnun við almenning en ekki neitt yfirvald. Þetta kannski eitthvað sem skýrir ákveðna þróun í starfsemi stofnunarinnar. En ég veit, ég að hugsa það þegar ég að horfa á, ég kom hér inn og var að horfa á skáldin, horfa á þeir tala við skáldin og þetta kannski nákvæmlega það sem mér fannst oft sem starfsmanni útvarpsins, þá fannst mér oft eins og þetta væri múalega gaman að geta gert svona, að geta bara hóað fólki inn í stúdíó og búa látið eiginlega svona prógramið bara þróast svona eftir veður og vindum. Ég til dæmis, það var stórkostlegt að horfa í gærkvöldi á Ólöf Arnalds mæta með sinn gítar inn á milli. Þetta var sem sagt eðlileg og í beinni eðlileg útsending á tali og tónum. Það sem hann einmitt hefur oft fundist að ætti að vera svona einkenni ríkisútvarpsins, þess almannaþjónustu útvarps. En þar auðvitað þar eru nú mörg herbergi og margar vistaverur og þar þarf að vera skipulag. Þar gátu menn kannski ekki leyft sér nema á einstaka góðri stund að blanda saman og gera það sem mann datt í hug rétt sí svona. Það þurfti að passa inn í einhvern ramma. En ég man eftir í fyrirgjöðu þegar að þú varst að byrja með beinar útsendingar. Þá var það þá hefði ekkert verið beinar útsendingar, er það? Því það bara þótti vera of áhættusamt. Já, menn náttúrulega fengu þetta alltaf kannski, menn þetta var of trú á tæknina á tímabili, þannig að þegar segulbandið kemur til sögunar upp úr miðri öldinni, upp úr 1950, þá voru menn ákaflega hrifnir af þessu, það var hægt að klippa og gera alls kyns kunstir og eiginlega endaði með því að þegar ég byrjaði að vinna í útvarpinu 1972 fyrir meira en 50 árum þá var eiginlega allt soðið niður, þá var eiginlega allt tekið upp á band og það var bæði vegna sem menn vildu hafa þetta snyrtilegt og klippa út einhverja vandræðalega þagnir og þess aftar og höfðu bara mikla trú á þessari tækni. Síðan gerist það nú eða færa upp úr því fer þetta nú sem að breytast svolítið aftur að menn grípa til beinu útsendingarinnar sem kannski stundum til þægindauka, stundum til þess að geta snúið sér komið beint að efninu en líka til þess að ná fram ákveðinni stemningu og núna er svo komið að talsvert stór hluti, ég ætla nú ekki að tala Rás 2 þar hefur beinasendingin verið ráðandi alveg frá stofnun þeirra rásar en líka á Rás 1 þá má segja að þetta form sem er mjög þekkt víða lönd það er gjarnan svona par, það er gjarnan karl og kona sem sjá útsendinguna, kankast á og tala saman og kynna og nota mikið tónlist. Þetta er mjög ráðandi form. Til dæmis í kvölddeginum núna á Rás 1 þá er byrjað í með morgunvakt og svo er þáttur milli 11 og 12 og svo aftur klukkan 1 og svo eftir klukkan 4. Það er að segja það er þetta form á dagskrárgerðinni ráðandi. En það sem ég ætla að nefna þegar verið að svona agnúast út í og þannig sumir þarna á þinni stöð að agnúast út í ríkisútvarpið en þá stafar það kannski að því að blaðamenn hafa tilhneigingu til þess að halda að fjölmiðlum snúist eingöngu fréttaflutning og túlkanir á fréttum líðandi stundar en
þeir sem muna nú tímana tvenna vita að almannaútvarp hefur miklu stærra hlutverk. Það eru, eins og ég sagði áðan, það eru margar vistarverur og það er eitt sem hefur einkennt ríkisútvarpið alveg frá stofnun 1930, en það er eðli þess að vera samkomusalur. Ríkisútvarpið hefur verið samkomusalur þjóðarinnar, þar sem menn hafa flutt bókmenntir, tónlist og komið saman bæði svona á gleði og sorgarstundum. Lengi vel þá var útvarpað til dæmis í jarðarförum, sem þetta nú kannski svolítið skrítið í dag, svolítið skrítið efni, en þetta var ódýrt efni og þægilegt að eiga við það, að taka það upp og útvarpa því. Það voru sorgarstundir, en svo voru líka tónleikar, til dæmis. Það var mjög náið milli útvarpsins og symfóníuhljómsveitarinnar þegar hún var stofnuð. Og þannig að það var starfsmenn ríkisútvarpsins litu á hlutverk sitt sem menningarstofnunar. Það var mjög áberandi. Og auðvitað má kannski segja að það hafa bæst inn svo margir fleiri möguleikar til þess að taka til máls heldur en ég man þetta þegar var farið að hringja inn í þjóðarsálina sem kölluð var á dagurmálútvarp á Rás 2 í byrjun 1987. Þá þótti þetta merkileg nýlunda að maðurinn á götunni, Jón Jónsson, gæti bara tekið upp símtólið og hringt og tjáð skoðun sína á mönnum og málefnum. Nú síðan gerist að í dag þá þekkjum við það að menn eru sígemmandi út allar trissur á samfélagsmiðlunum. Þannig að það að tappa af óánægju gleði þjóðarinnar, það kannski þarf ekki að vera lengur hlutverk endilega ríkisútvarpsins, menn hafa nægan stað og tíma til þess. Eins og til dæmis samstöðin. Samstöðin er kannski ákaflega merkilegt fyrirbæri í þessu samhengi vegna þess að hún sinnir því sem ríkisútvarpinu hefur gengið á því illa að ná utanum, en það er að gefa sér tíma til þess að ræða málefni, alvarleg málefni samtíðarinnar. Og það má segja að ég get sagt það að ég hef oft dáðst að því hvað í rauninni þessi litla stöð, þessi fjölmiðl sem telur örfáar manneskjur, hefur getað náð utan breytt svið í samfélaginu. En það er auðvitað, þó að Ólaf Arnalds væri með gítarinn hann í gær, þá var það nú frekar undantekning að verið að útvarpa tónleikum hjá ykkur. Þið hefur kannski ekki aðstæður til þess. Nei, það er ekki aðstæður, en þetta er svona en kannski köllum við til fólk sem er vant því að þau eiginlega gera út á það kannski að vinna sjálf, reka listamannsreikin rými og er fólk sem er vant því að koma fram í stórum kannski hljómleikasölum en kann að meta líka og kann að búa til dagskrá sjálft. En pappi segir nú bara, Ævar Kjartansson, útvarpsmaður, ég held að við þurfum að gefa okkur dálítinn tíma. Það væri nú svolítið gaman ef við getum gefið okkur tíma til að ræða útvarpið og mér langar svo líka til að bara biðja að segja, rifja upp þegar ég man svo eftir því þegar þú varst bara á hjóli í Öskjuhlíðinni með upptöku fljúgandi hollending á bakinu og þetta var svo miklar tilraunir sem verið var að gera sem að maður einhvern veginn kannski saknar svolítið. En að því hér eru komnir, ég held að þú sjáir þá ekki, þetta er komið algjört stórskotalið hérna inn í stúdíóið og þeir heyra ekki í þér, þannig að við náum ekki að, eins og þú ert að segja, við náum eiginlega ekki að búa til alveg samræði, við erum ekki nógu tæknilega þróuð þannig því miður, kannski, þótt að okkar tæknifólk sé alveg stórkostlegt og eiginlega leysi hverja þrautir og fætur annari, þannig ég held að ég verði að þetta eru sem sagt Þröstur Ólafsson, Ólafur Þ. Harðarson og Indriði H. Þorláksson og við ætlum eiginlega að setja í gangu eða svona, ætlum að reyna að slá einhvern upphafstón fyrir umræðu lýðræði. Þú varst nú kannski mörg misseri að tala lýðræði í Ríkisútvarpinu og ég held að því miður þá þurfum við ennþá að ræða lýðræði og það væri gaman
að fá þig líka inn í þá kannski samræðu og ég ætla að þú talaður horfin heim menn sem muna horfin heim og það einmitt það sem að við erum hérna komin til að rifja upp horfin heim. Má ég þakka þér fyrir spjallið Ævar Kjartansson, útvarpsmaður. Já, sömuleiðis svona mín og hérna, ég hlakka til að hlusta á þessa heiðursmenn sem það eru mættir og veit að það verður ekki tölu vitleysan þarna. Takk að innilega fyrir. Bless. Og þeir vinka og allir vinka en við kannski sjáum það ekki en hérna ég var búin að kynna ykkur, ég ætla nú kannski að fá að kynna ykkur bara aftur, þakka ykkur fyrir að koma sunnudagsmorgni. Það Þröstur Ólafsson. Hvernig á ég nú að kynna þig? Með hvaða þú ert með nú svo marga titla, kannski, og það eru margir fyrrverandi, ef þú ættir að það myndur verið að taka upp allan þáttin ef þú ættir að... Já, við skulum ekki vera því, ég er bara hagfræðingur og eftirlaunaþegi. Já, en ef við samt að segja að þú ert fyrrverandi... Aðstofamaður ráðherra 3 sinnum og fyrrverandi framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar og fyrrverandi kaupfélagsstjóri Krón og formaður bankaráðs Seðlabankans og við halda áfram. Já, mál og menningu, framkvæmdastjóri máls og menningar. Þannig að það eru ýmsir titlar og hattar. Já, ansi margir. Ólafur Þ. Harðarsson. Já, ég hef nú bara eiginlega einn titil, prófessor í stjórnmálafræði á eftirlaunum. Þú hefur nú líka kannski þann titil að vera bara helsti, er það ekki stjórnmálaskýrandi? Já, ég hef nú lengi reynt að sinna það sem ég kalla alþýðufræðslu og núna í ellinni þegar ég hef miklu meiri tíma heldur en ég hafði þegar ég var til dæmis forseti deildar og sviðs í 12 ár og varð ofta að neita því að koma í viðtöl bara vegna tímaskort. Að núna get ég bara komið hvenær sem að í mig er kallað og gerir það mjög oft og, það er bara mjög gaman. Það er svo dásamlegt þegar eru svona bóngóðir menn sem að mæta bara á stuttbuxunum á nóttursið degi og hérna, en má ekki segja það á sérta stuttbuxum, það vita það nú ýmsir held ég. Ég er náttúrulega stuttbuxum, ég er í stuttbuxum frá hérna sumardeginu fyrsta fram á fyrsta vetradag og meiri síðan gerði ég það nú daginn að því kona mín hefur stundum verið að kvarta við mig að stuttbuxurnar mínar sem ég fer á til dæmis á sinfóníutónleika, það er síðan orðið hálfræfilslegar, þannig að ég fór nú bara í Boss og keypti mér svona spari stuttbuxur úr hör, þannig að nú get ég mætt í bara hvaða boð sem er á þessum fínu spari stuttbuxum. Sko. Og við erum nú að reyna að höfða til... Nei, ég kem bara í venjulegum buxum. Eins og þið vill þá erum við að reyna svona, við erum að þessu marathóni líka sem svona, við erum að gera þetta sem útvarpstilraun en líka sem þetta er eiginlega listrænt gjörningur orðin en við erum líka að gera þetta svona í fjáröflunarskyni, mætti halda við væri núna sponsorir af ákveðinu fyrirtækja því þú nefndir það en það, við erum ekki komin alveg svo langt. Nei, má ég kannski segja þér frá því að ég er nú búin að fylgjast með þessu meir og minna í allan gærdag og í morgun og hort heilmikið af þessu beint en síðan það sem ég hef ekki náð að horfa á beint þá hef ég svona skrollað og hort á þá búta sem mér hefur fundist svona áhugaverðastir fyrir mig og þetta hefur verið alveg einstaklega vel heppnað. Það er svo mikil fjölbreytni, það hefur verið svo rosalega mikið af skemmtilegum viðmælendum og kannski mest í fréttapunkturinn hingað til var nú viðtal við hana Sönnu Magdalenu í gær þar sem að hún tók skýra afstöðu og greindi frá sínu sjónarhorni varðandi þessar deilur sem hafa verið inn í sósíalistaflokknum. Það var mjög greinargott og upplýsandi fyrir þá sem að ekki eru þarna inni. Ég vil líka kannski bæta við að ég hef séð svona áður. Ég man nú ekki hvort að þeir voru með jafn lengi og þið ætlið að vera þannig að þetta er Íslandsmet hjá okkur eða heimsmet og það var þegar ég bjó í Bandaríkjunum með konu minni Hjördísi Smith á árunum í kringum 1990 þá hlustuðum við einkanlega fréttir á PBS sem sé almannaútvarpinu sem var með langbestu fréttatímana og þeir voru byggðir þannig upp að það var bara svona í 10 mínútur yfirlit
helstu fréttir dagsins. 50 mínútur komu síðan þar sem viðtal við 1, 2, 3 venjulega toppmenn sem reyndu að útskýra fyrir manni hvað í rauninni lægi á bakvið fréttirnar. Og mér heyrðist reyndar á Gunnari Smára að það væri nú hugmyndum að fara kannski eitthvað í þetta hjá ykkur. En það sem ég ætlaði að segja er að kona mín var svo, þeir voru með svona marathon sko, eða sem sé með langa dagskrá, þar sem þeir voru að safna peningum vegna þess að ég held að þetta hafi verið þannig að ríkið styrkti þá, en upphæðin sem þeir fengu frá hinu opinbera réðist að einhverju leyti af því hvað þeir gátu safnað miklu fé frá almenningi. Þannig að það skipti mjög miklu máli að safna sem mestum. Og kona mín vildi endilega gefa í þetta og ég var í sjálfu sér ekkert á móti því, en hélt yfir henni dálítinn fyrirlestur svona rational theory eða skynsemiskenningar í stjórnmálafræði. En samkvæmt þeim væri það algjörlega fráleitt að gefa í svona söfnun. Eiginlega af 2 ástæðum. Í fyrra lagi væri þetta óskiptanlegur fengur sem þýðir bara í þessum leikjafræðum að þú nýtur ávægtan og þú leggir ekkert fram. Þú getur hlusta þó þú borgir ekkert. Já. Og hin ástæðan svo að þitt framlag svo lítið miðað við heildina að það skiptir engu máli. Og læknirinn horfði á stjórnmálavæðingin með forundran og fyrirlitningu og sagði mér andskotan sama einhver skynsemiskenningar í stjórnmálavæði. Ég vil bara styðja þessa góðu stöð. Og það er náttúrulega það sem við höfum séð reyndar að eins og margt í þessum skynsemiskeningum að þá bara ganga þær ekki upp í veruleikanum vegna þess að þetta módel hagfræðinnar af hinum hámarkandi eigingjarna manni, það á stundum við, en það á alls ekki alltaf við. Og þetta hefur verið eiginlega akkilesarhæll hagfræðinnar að binda sig of fast í þetta módel. Ég þóra að segja þetta þó ég ekki hagfræðingur og Þröstur bara rekur þetta þó onni mig, þetta er vitleysa. Og mér finnst að þetta hafi breyst tölvöld mikið í hagfræðinni núna eftir bankahrunið. Ég fyrirgefðu hvað þetta var. Já, þakka þér fyrir. Þetta var hugvekja, sunnudags hugvekja. Já, sumir segja ég hefði átt að vera prestur. Já, sumir vildu nú sjá það í forsetaembætti líka, tristu því svo fyrir. Og svo er það annar meistari, það er nú Indriði H. Þorláksson og þú áttir nú ýmsa titla líka er það ekki, en kannski þekktastur fyrir að vera skattstjóri. Það er ríkisskattstjóri. Ríkisskattstjóri, það er ekkert annað sko. Og það er mjög töff titill. Og núna ertu Reykjavíkur Akademón og náttúrulega... Já, það var bara ekki vilja segja eins og Þröstur, en varðandi svona fyrirverandi titla þá datt mér í hug saga sem að Vilhjálmur Hjálmarsson sagði mér einhvern tímann að það var frendi hans, var gestur hjá hann þegar bara dyrum mannavistan á landi sem að Vilhjálmur sagðist nú að vilja vekja athygli frenda síns á honum og taldi upp að þetta var fyrirverandi fulltrú á búnaðarþingi og fyrirverandi verkstjóri hjá Vegagerðinni, fyrirverandi og þetta og hitt og endaði með því að frendan slita og hann sagði hvað kom fyrir blessaðan mann? Þannig að ég er best að tala sem minnst upp að þessum fyrirverandi. Það verður nú að bæta því við með Indriða sko að hann líka í hjáverkum sinnti því merkastarfi að kenna tölfræði í þjóðfélagsfræðunum í Háskóla Íslands. Þannig að hann kendi mér inngangstölfræði sem ég býjöði það ennþá. Ég er einmitt vonast til þess að hann geti kent mér líka smá tölfræði. Ég er mjög svona óskakúrs. En við erum hérna saman komin, eins og ég var kannski búin að nefna, ég veit það ekki, til að ræða bók eftir hann Þröst Ólafsson sem er hérna staddur hjá okkur og þessi bók er ykkur kunnug. Þú ert búin að ræðum hana svona stuttlega en af skerpu í kiljunni og þú skrifaði lítinn pistil sem hann gaf við útgáfu bókarinnar. Þessi bók heitir Horfinn heimur og ég er með mitt eintak hérna en að því ég sitt hérna sem sagt
og að stjórna útsendingu einn af annar, þá ég óvart með rímur af Göngurhólfi eftir Hjálmar Jónsson frá Bólu. Sem sagt, þetta átt að vera svona ef að næturvaktin. Það gæti jafnvel verið enn skemmtilega heldur sem bók. En já, það erfitt því að bók Þrastar mjög mögnuð og skemmtileg. Nákvæmlega. Og ég ekki búin að lesa en ég verð að viðurkenna það strax fyrir svona mögnuðum mönnum. Ég bara í miðju kafi og það svo margir þræðir þarna og þetta svo náttúrulega bara bókmenntaverk líka þar sem þetta svona eins og sjálfsæfisaga og góður tónn þar sem mjög persónleg frásögn af því hvernig eiginlega heimurinn kemur þér fyrir sjónir sem ungu manni og svo lítur öxl og þetta svona ef einhver frammi Kolbrún mín Valversdóttir frammi og gæti komið með eintaki mitt sem liggur á borðin hvað þú ert dásamleg þakka þér fyrir bara við erum farin að lesa hugsanir þannig ég ætla að sýna bókina hér þetta bókin Horfinn heimur minningaglefsur hún ansi þykk sko en það líka og maður lesa hana nefnilega ekki svona eins og sumarfræðibækur getið eins og maður getur svolítið lesið hratt svona maður getur svolítið hent sér í gegnum þær ég vil byrja aftast og lesið aftur og bak og áfram svona, það ákveðin tegund á lestri, en þetta ekki svoleiðis bók sko, ég reyndi það en maður verður bara að byrja í rólegheitum þannig að þetta alveg upplöð sumarlesning þannig ég eiginlega biðla til kannski hlustenda og lesenda að lesa bókina að því að í ágúst og september þá langar mig til þess að við ræðum þessa bók eða ræðum nokkra þræði út frá þessari bók og eins og ég sagði við Ævar framhaldi lýðræðið en má ég kannski biðja þig Indriði að því að þú skrifaðir svo góðan svona pistil aðeins til sem eiginlega kynnti bókina fyrir okkur má ég aðeins biðja þig að kannski segja frekar en höfund auðvitað á maður að biðja höfundur að segja en stundum það nú ekki þegar það var rósa bókinni Já, þessi pistil það var nú reyndar svona kynning fyrir félaga okkar, við höldum hópinn gamlir skólafélaga frá Menntaskólanum Akureyri og þegar að bókin kom út þá tók ég þetta svo saman til þess að kynna efnið fyrir þeim og við Þorstur vorum líka samtíða í Berlín þar sem hvað maður segja þessi þroska saga kannski byrjar og við vorum þarna á 7. áratugnum og það var geysilegur svona umbrotatími í pólitískum og félagslegum málum í bæði Þýskalandi og annað staðar. Þarna var grasseraði stúdentauppreisnin hluta þessum tíma. Þarna voru austurpólitíkin, það að segja afstæðan til Austur-Evrópu og Austur-Þýskalands í mikilli gerjun. Þetta var náttúrulega tíma kaldastríðsins þar sem átakið voru mikil og það var breyting í undirbúningi eða í gerjun ef má svo að segja í viðhorfi til austurblokkarinnar og upp á svona neyri austurpólitík ef svo má segja. Getur við sett, því þú ert úr talnamaður, getur við sett einhver tölu á þetta hvernig þið komið til Berlínar? Já, við komum í Þröstu kom 1962 líklega. 61, já. Ég kom þarna vorið 1963 já. Og það vildi nú reynda svo til að ég kom þarna í maí og á tilvíðunum þá lendi ég inn á torginu við Rathaus Schöneberg daginn sem og þegar að Kennedy kom þar og flutti sína frægu ræðu og sagði ich bin ein Berliner þannig að þarna var ég í eitthvað 200.000 manna hópi sem að hlustaði á þetta en sem sagt þessi staða var í Berlín var svona að rísa úr rústum eftir styrjöldina bæði Vestur-Þýskaland og Vesturveldin hafðu gert svona til að byggja það upp en einhver síður var svona álgerð heimsenda stemming því að framtíð Berlínar var afskaplega óljós og óviss og hún hafði nú lifað af hér einangrunina 1949 þegar að Rússar ætlaði að Sveitarland en þá hafði strax komið upp þau hugmynd meðan að sjá Bretum að bara að gefa Berlín upp og semja við Rússa einhverja aðra hluti staðinn sko. Þannig að það var ótti viðvarandi og efnahagsástandi í borginni var ekkert gott en þegar að Kennedy kemur þarna þá svona sköpun í von og menn
túlkuðu þessi orð hans sem yfirlýsingu að Berlín yrði ekkert afhent. En það kannski svona pólitíska þróunin kannski að öðru leyti sem hafði áhrif á og mótaði, ég held ég sé bæði mig og Þröst á ýmsan hátt og flesta sem voru þarna. Síðan þarna var pólitíkin að brjótast undan ákveðnu svona, eða út úr svona ákveðnum autoritérum samfélagi sem verið það í Þýskalandi og menn fóru farnir að lífa við að hugsa að það sé ekki allir eins, að það er að taka tillit til allra skoðana hvernig sem það eru og svo framvegis. Og svo náttúrulega stúdentaóarirnar sem voru þarna mjög áberandi og mótuðu líka andrúmsloftið og okkur sem þarna voru. Þannig ég skoða svona bók Þrastar svolítið út frá þessari byrjun og svona skoða hana ekki sem ævisögu sem hún ekki heldur hann að svona rekja, kannski skýra fyrir sjálfum sig öðrum þær breytingar þann feril sem að hann svona hugarheimur gengur í gegnum frá þessum punkti og til dagsins í dag. Og hann fer kannski á ýmsan hátt svona í ákveðin hring og endar á kannski svipuðum stað og hann byrjaði þar sem svona íslenskur borgari sem að hefur í heiðri þau mannlegu og félagslegu gildi sem hann hafði kynst í Aksku og alist upp með. Þannig ég leit svona á bókinu svolítið út frá þessu sjónarmiði og vona þessi svona ekki mjög allrangur skilningur á verki Þrastar. En þetta nú einmitt einn af þessum þráðum sem við ræddum raunverulega hvernig takast á. Sko ástæða þess að þessi bók talar inn í okkar tíma núna og raunverulega frá því hún kom út, kannski það ekki landsýnum kom út en þá eiginlega á hún enn meira erindi við okkur núna eftir bara þessar sviftingar svona í heimsmálunum, myndi ég segja, og þar sem að spurningin kannski tilhneiginguna til fasismans eða alræðis fyrirkomulagsins og svo þessi spurning lýðræðið og tilraunum til að vera með einhvers konar fjölmenningar samfélag og svoleiðis. Við erum í einhvern veginn, við eigum í dollum vanda með það. En þú sagði mér Indriði þegar ég baði að koma, ég hélt satt best að segja að ég vissi ekki alveg að þú væri svona, hefði skrifað þennan pistil bókinu og svoleiðis, en þú sagðist að vera að lesa bók sem að væri líka einhvern veginn að tengdist þessum horfna heimi. Manstu eftir því? Ég man nefnilega ekki alveg hvað svo bók hét. Já, ég verið að lesa bók eftir rithöfund og þýska rithöfund og lögfræðing Ferdinand von Schirach sem reyndar svona Baldursson Schirach sem var einn af forystumönnum nasista og hann svona einmitt að rekja þessa þróun og áhrifin af þessari meðal annars byltingu sem var þarna á þessum tíma og fyrst og minnst að hann minnir þar á þýska rithöfundi Erik Kästner sem var reyndar skrifaði mikið fyrir börn og unglinga og lifiði af nasista tíman að hann sagði einhvern tíman við megum ekki gleyma fortíðinni, við megum að hlusta fortíðina til þess að læra af henni hvers vegna við erum orðin þar sem við erum í dag og mér finnst það vera kannski svolítið tónnin í bók Þrastar að líta tilbaka og segja hvernig ég orðin af þeim manni sem ég í dag. Þröstur, nú skrifar þú bókina sko til þess eins og að miðla einhverju samhengi, skilningi. Þetta er ekki bara bókmennta tilraun í sjálfu sér eða svoleiðis og þetta er tilraun til að búa til samræðu vettvang væntanlega og maður finnur mjög fyrir því þannig að mér langaði til að bara biðja að því ég veit að við höfum svona frekar skamman tíma og þetta er frekar flott að fá ykkur alla í stúdíóðu fyrir svona ekki svo langan tíma því að við gætum auðvitað verið kannski 4 tíma líklega minnst, já og þú á stuttbuxum þótt að sé heittinn ef það er heitt en gætir þú svona sett upp óskalista hvernig ættum við að fara að þessu að hvaða þræðir eru það helst eða svona
þemu. Þú ert nú með svolítið, þú vandar Íslandi nú ekki kannski kveðjurnar, sko, að það hefði eitthvað þessi, svolítið eins og þú varst með hérna í hugveiki upphafi, það hefur eitthvað gloprast niður samvinnu hugsunin. Við töpuðum náttúrulega ansi miklu úr okkar fortíð þegar að sko, félagshyggjan var ekki raunverulega daglegu viðburður fyrir fólk. Heldur var eitthvað sem menn sóttu og lási sig til Í mín uppeldi þá félagshyggjan allstaðar og það eru bara, fólkið hafði tekið sér saman ómeðvitað að mynda félagsskap nánast hvað sem var. Og þetta sá grunnur sem að ég og mín kynslóð sem vorum fædd á svipuðum slóðum og það sem félagshyggjan var svona ráðandi, það var ekki alls þar á Íslandi en þarna, sem mótuð af. Og ég fer inn í lífið með þetta veganisti og rekst þá á sumstaðar svipaða hugsun annar staðar ekki. Og það eitt af því sem að ég fannst alltaf svo heillandi þegar ég fór að sko bera sjálfan mig eða semst veganistið heiman saman við það sem ég var að fást við og það var eiginlega kveikjan á því að ég fór að skrifa þessa bók að viðfangsefni sem voru ýtt að mér eða ég tók að mér að leysa þau voru öll á tímamótum. Það var verið að reyna að finna nýjar leiðir og þetta gamla gekk ekki upp. Já, þegar þú ert raunverulega þegar þú byrjar frásögnuna, þegar þú ert ungur maður. Já, þegar ég eiginlega hættur að taka þátt í svona raunverulega þáttakandi í svona starfi og störfum þjóðarinnar. Já. Og fannst að það væri þar ýmislegt sem að gott væri að miðla til þess að minna fólk á að það var ekki hægt í gær. Ég held að það hafi verið Walter Benjamin sá með verki gagnrýnandi sem sagði að við ættum ekki að binda okkur fasta við þessa gamla góðu tíma heldur að tengjast vondu framtíð. Og það svona En hann var nú með engil tímans eða engil sögunar sem hann flög aftur á bak, þannig að hann var nú samt alltaf að líta eins og undrið sér að líta aftur, en fram á við. Þannig að þetta vettvangur til þess að horfa fram á við, sannarlega, þótt þú sért að tala horfin heim. Framtíðin alltaf uggvænleg. Já. Sko, vinstri hreyfingin sem ég var hluti af og hluti af, hún var stór út af framtíðinni. Hún vildi breyta nútíðin í framtíð. Við erum komin öfugt núna. Nú á að fara að breyta framtíðin í fortíð. Vegna þess að fólki finnst að hafa glatað einhverju. Það glatað glæstum tíma þjóðarinnar, það glatað verkalýðshreyfingunni eins og hún var einu sinni, það glatað þessu hinu og það grundvöllurinn af popúlismanum. Þessi tilfinningum það hafa glatað einhverju. Og að færa tíman til þannig og það eitt af því sem að ýtti við mér að skrifa þetta. En það ekki líka félagshyggjufólk sem segir eins og ég sagði við höfum glatað einhvers konar þessari daglegu samfélags... Þetta tíðarandinn. Jú, hann það. Þessi eftirsjá einhvers konar. Já, tilfinningum að hafa glatað einhverju. En hún svo víða. Já. Hún eiginlega allstaðar. En leiðirnar sem að menn fara til þess einmitt eru mjög ólíkar þar að segja, þú ert að segja þessi leið að ætla þá að endurheimta eitthvað úr fortíðinni með því að leita eftir fyrirkomulegi úr fortíðinni sem þá popúlisminn eða hvað. Já, popúlisminn raunverulega, samkvæmt mínu skilgreiningi ekkert annað en þetta að reyna að finna sterka hluti sem að þjóðin saknar eða einhver hópur saknar það hafi verið einhver tíma, hvort sem það hefur lifað það sjálft eða ekki og segja þetta okkar framtíð
Og það þessi maður heyrir einmitt núna svona marga tala þessi gildi, þetta okkar íslensku gildi og við verðum að halda í okkar gildi þótt að það sé, fólk segir það á mismunandi forsendum, en kannski einhverjir að vísa til þessara gömlu gilda. Já. En sko, hvernig finnst þér, þú hugsa með þér og þú leggur, þetta ærið verk, en hvernig finnst þér síðan í samtímanum að koma á fót þessari samræðu svona grundvallarmálin og framtíðina og hvað við raunverulega, hvert við viljum stefna. Finnst þér vera svona ráðrúm til þess? Það gefur sér eiginlega engin tíma til þess. Það eins og tímaleysið, það allir svo uppteknir, ég segi nú yfirleitt aðalega sjálfum sér, að menn hafi ekki tíma til þess að ræða neitt annað. Og það hefur farið lítið fyrir umræðu þessa bók, til dæmis. Og vonandi fara menn að átta sig á því að mann þurfa að takast á við þetta. Mann þurfa að skoða þetta, hvað að gerast. Ekki bara láta einhverjar sögusagnir og logna staðreyndir svo kallaðar vísa sér veginn. Þetta að reyna að nota það sem á milli augnanna til þess að koma sér áfram í lífinu og finna braut út úr þessu. Og þú trúir því alveg að við getum fundið? Ég trúi því að við getum þetta, en það getur orðið mjög erfitt. Já. En við þurfum að takast á við það. Það var alveg hent eins og þegar að við byrjuðum á því að trúa á framtíðina, þegar að vinstri sósíalismi og sósíaldemokratismi ruldi sér braut, þá var það líka mjög erfið barátta. En það tókst. Það tókst og það tókst ekki, það ekki? Já. Það tvíhyggja yfir öllu. Já. Spurning hvor hluturinn sterkari. En hvernig eigum við þá verðum við ekki að trúa þá á samræðuna? Það eru nú ýmsir nefnilega, ég hef rætt þetta við ýmsa mæta einstaklinga sem eru tilbúinir að koma og ræða bókina svona þegar eftir sumarleyfi. Það bara mjög gaman ef að það gæti orðið til þess að mann fær að ræða þetta að það alvöru. Já, svo eru nokkrar góðar bækur líka aðrar lýðræði sem eru svona frekar nýlega komnir út sem einmitt hafa ekki fengið mikla umræðu af því að tíminn alltaf á þrótum. Og það frekar kaldhæðnislegt verið að segja að vera hérna á samstöðinu þar sem yfirleitt getur nú gefið okkur sko mjög langan tíma, en í dag á sunnudögum þá eru Synir Egils sko alveg á föstum tíma í beinni útsendingu. Þannig að við erum svona skilyrt af því, en við höfum nú samt smá tíma eigum að afgreiða einhverja hvaða temu getum við, Ólafur, hvað myndir þú segja svona, hvað var það helst sem að stóð upp úr við lestur bókarinnar? Já, það er nú erfitt að nefna eitt. Þetta fyrir minn hatt alveg frábær bók. Það eru ekki margir íslenskir höfundar sem að eru í rauninni svona hugsuðir. Og það sem í þessari bók, það eru svo margir þræðir í þessari bók. Empírist, þá forvitnilegt fyrir stjórnmálafræðing að skoða þau fjölmörgu einstöku atriði sem að Þröstur segir frá í störfum sínum, til dæmis sem aðstoðarmaður ráðherra, sem í mál og menningu í sinfóníunni. Þar eru margir mjög forvitnilegi hlutir. En hins vegar þá má segja að ég var nú reyndar alveg sérstaklega hrifinn af fyrsta hluta bókarinnar, þar sem að Þröstur að lýsa sínu uppeldi og því umhverfi sem að hann sprottin úr þarna norður í Þingeyjarsýslu, og síðan hvernig hann í rauninni lýsir sínum eigin þroska. En við getum sagt líka að í bókinni þá líka, þetta svona ákaflega skemmtileg yfirferð sko hugmyndasögu, þróun hugmynda og ráðandi hugmynda í veröldinni á hans lífstíð og náttúrulega miklu lengur. Hann, þegar í sambandi við veruna í Berlín, það sem þeir voru félagar mínir hér, að þá fáum við í stuttu máli en afar skarplega greiningu á
sögu Þýskalands og Prússlands til dæmis, og síðan hann líka með svona heildarsýn þjóðfélagsþróunin á Íslandi. Menn geta verið sammála eða ósammála, en það er ákaflega áhugavert að sjá hvernig Þröstur dregur upp þessar stóru línur sem að við viljum náttúrulega skilja, þó að ég telji náttúrulega líka nauðsynlegt að skoða líka einstaka atburði og staðreyndir. Nú ert þú búin að vera sjálfur svona að teikna, gefa út rannsóknir þar sem þú ert einmitt með þessar stóru línur og bara beinlínis línurit. Sumir segja að það sé bara tölfræði, en ég reyni það er nauðsynlegt það sem vísindamenn eiga að gera. Þeir eiga að reyna að sameina allavega rannsóknir til dæmis í stjórnmálafræði, það er öðruvísi til dæmis bara í heimspeki en í greinum eins og stjórnmálafræði og hagfræði og náttúruvísindum, þá þarftu að reyna að sameina svona einhverjar stórar kenningar eða heildarmynd og tilgátur og prófa þær síðan með empírískum gögnum og það er það sem ég hef verið að reyna að gera. Ég hlustaði á erindi hjá þér og margir, eða sumir kannski hafa séð það líka í kosningasjónvarpi þegar þú ert með þarna ásinn teiknar sko, þar sem þú ert að setja upp, getur við kannski kantan utan að þennan? Já, ég kannan utan að. Við reyndar vorum að gefa út, við gáum út bók, við sem erum með íslenska kosningarannsóknina fyrir síðustu kosningar, en hún nær bara til þar erum við bara með gögn til og með kosningunum 2021 og berum það saman við gögn alveg frá 1983 þegar ég byrjaði með kosningarannsóknina. En núna var að koma út ný grein í stjórnmálum og stjórnsýslu þar sem að við erum að fjalla kosningarna 2024 og myndin hefur ekkert breyst voðalega mikið. Þessi tvívíða mynd sem þú ert að tala er að við erum að reyna í tvívíðu grafi að staðsetja stjórnmálaflokkana, annars vegar á efnahagsás, hægri vinstri ás hefðbundum og hins vegar það sem við köllum menningarás, þar sem að koma inn hlutir eins og afstæðan til fíkniefna, til svona frjálslynd viðhorf og reynda líka afstæðan til utanríkismála, til Evrópusamvinnunnar og það er mjög fróðlegt að sjá hvernig flokkarnir raða sér inn í svona mynd og mælingin sem við gerum er að við spurjum svarendur afstöðu sína til tiltekinna mála og svo sameinum við svörin við nokkrum spurningum þannig að hver einstaklingur fær þá tiltekin punkt á efnahagsásnum og annan punkt á menningarásnum og síðan leggjum við í rauninni saman alla einstaklingarna sem að kursu viðkomandi flokk og þannig fáum við meðaltalið fyrir flokkin og sjáum á myndinni hvaða flokkar eru líkir hver öðrum og hverjir eru ólíkir og þar sjáum við að þessir þrír flokkar sem að komast ekki inn á þing, sósíalistaflokkurinn, Vinstri græn og Píratarnir, að kjósendur þeirra hafa nánast alveg sömu viðhorf. Bæði á hægri vinstri ásnum og líka á menningarásnum. Samfylkingin og Viðreisn eru á svipuðum stað á menningarásnum, frjálslynd, en Samfylkingin töluvert lengra til vinstri en Viðreisn. Viðreisn mælist þar bara rétt við miðjuna, rétt hægra megin við miðju. Og Framsóknarflokkurinn og Flokkur fólksins mjög nálægt miðjunni á hægri vinstri ásnum en svona íhaldsamari á menningarásnum. Síðan eru þarna greinilega tveir skýrir hægri flokkar sem eru miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn. Þeir eru lengra til hægri en allir hinnir á vinstri hægri ásnum, efnahagsásnum, en þeir eru líka íhaldsamari heldur en allir hinnir flokkarnir á menningarásnum. Og þetta er til dæmis gagnlegt ef maður eru að velta fyrir sér stjórnarmyndunum. Því að ríkisstjórnin hennar Katrínar Jakobsdóttur, hún var náttúrulega mynduð þannig að það var eins langt á milli flokkana á svona grafi eins og hægt var, milli Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna. Núverandi ríkisstjórn, þar sem að Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins eru,
að miða við meðal afstöðu kjósenda þeirra á þessum tveimur grundvallar ásum að þessir flokkar eru bara tiltölulega nálægt hver öðrum. Þannig að það þarf engum að koma óvart út frá þessu að samstarfið gangi miklu betur hugmyndafræðilega í núverandi ríkisstjórn heldur en í síðustu ríkisstjórn. En það er náttúrulega langbest að mann kynni sér þetta bara sjálfur með því að lesa greinina. En mér langar að bæta eins við með varandi það sem hann Þröstur var að segja að því að hann var nú svolítið að þó hann vildi nú ekki alveg gefa vonina þá heyrðist mér nú vera frekar svartsýn það er svona aðeins en sko ég held að það sé gagnlegt að hugsa ekki bara í árum heldur í öldum og ef við skoðum þróunina frá segjum 1900 og alveg eiginlega fram að svona bankakreppu eða minnstakosti fram að uppgangi frjálshyggjunnar í kringum 1990 þá þjóðfélagsþróunin í flestum löndum, bæði Vestur-Evrópu og í Bandaríkjunum í frjálslyndis átt. Í félagsmálum, jafnrétti kynjanna, réttindi minnihlutahópa, þau tóku stórkostlegum framförum í Bandaríkjunum og þau tóku líka stórkostlegum framförum í Evrópu. Og jafnvel á Íslandi. Já, líka á Íslandi, jafnvel á Íslandi. Þannig að þessi gildi sem sé vestrænt lýðræði sæmilegt velferðarkerfi það er að segja í rauninni sko eitthvað sem við gætum kalla skandinavíska módelið að í rauninni þó að það hafi hvergi náð jafn miklum hæðum og á Norðurlöndunum að þá var þróunin í ákaflega mörgum eða flestum vestrænum löndum, grónum, eitthvað í þá áttina. Þetta stoppar síðan fyrst með nýfrjálshyggjunni sem að vil minnka ríkisútgjöldin og hemja ríkisvaldið og dró úr sem sé, það þýðir náttúrulega að þú dregur úr almannaþjónustu því það er náttúrulega bara bullkenning að þú getir veitt afburða góða opinbera þjónustu án þess að það kosti verulega mikla skatta þó að einhverju sé að reyna að telja okkur trú það með Laffer-kúrfu eða einhverju álíka bulli en það sem ég vil þá svo kemur náttúrulega populismin sérstaklega sko á þessari öld en það sem maður þarf að hafa í huga er að populismin ansvar við þeim framförum sem að höfðu átt sér stað í 50 eða 100 ára á undan og menn vilja horfa tilbaka eins og Þröstur réttilega segir en ég vil líka sem sé undirstrika að populismin hefur ekki unnið. Nei, en má ég bæði, þú ert svo góðu kennari, getur þú sagt þeim hlustundum áhörfundum sem eru alltaf að heyra þetta orð, populismi og einhvern veginn stundum er það bara þannig að menn eru orðin bara frekar óvissir merkinguna, gætir þú sagt svona eins og neðamálskriðin, hvað er populismi? Já, það eru nú fleiri en ein skilgreining á populisma en í stjórnmálafræði vísar populismi fyrst og fremst til þess að það eru hópar sem að vilja skipta samfélaginu í við og þeir og við populistarnir við erum fulltrúar hins sanna almennings, raunverulega hagsmuna almennings og við erum sem sé birtingarmynd vilja fólksins ef þú vilt. Hins vegar það helvítis elítan og það eru stjórnmálaflokkarnir nema populistaflokkurinn, það er menntakerfi, það eru fjölmiðlarnir, það eru eiginlega allir sem elítan náttúrulega þýðir þeir hæfustu. Þetta er bara sem sé að það er dregin upp þessi einfalda mynd og markmið populistana er þá að steypa elítunni, drepa djúpríkið eins og Trump notar og ýmsir hafa haldið að djúpríkið væri ekki til en ég hef hins vegar skildi strax að djúpríkið til. Það bara gekk undir öðrum nöfnum þegar við Þröstur og Indriði vorum ungir. Þegar ég var í Bretlandi þá var þetta kallað The Establishment og það sem að nú eiginlega kjarnin í því nú bara embættismannakerfið sem að gegnir nefnilega í vestrænum lýðræðisþjóðfélögum margir hafi ekki áttað sig á því að embættiskerfið
á að færa hæfni inn í stefnumótun og embættismennirnir eiga að hafa hemil á stjórnmálamönnum. Ekki þannig að embættismennirnir marki stefnuna, auðvitað eiga lýðræðislega kjörnir stjórnmálamenn að marka stefnuna, en embættismennirnir eiga að segja þeim til, þeir eiga að útfæra fyrir þá hvernig með skynsamlegum hætti hægt að reyna að koma í framkvæmd þeim markmiðum, pólitískum markmiðum sem stjórnmálamaðurinn hefur og þeir eiga að benda stjórnmálamanninum á það ef hann til dæmis að brjóta stjórnarskrá eða fara á svig við lög eða brjóta hefðir í kerfinu. Faglegt viðnám og tryggja yfirfærslu þekkingar sem hefur safnast upp. Nákvæmlega. Og á fyrra kjörtímabili Trumps þá var helvíti stjúpríkið að þvælast fyrir honum og þá voru einhverjir embættismenn sem voru að segja honum þetta gengur nú ekki. Þannig að þegar hann kemur inn á seinna kjörtímabili þá er hann búið að undirbúa sig miklu betur og ef þú horfir á liðið sem er í kringum að núna þá finnur þar enga eða mjög fáa hæfa embættismenn. Þetta eru vanhæfir einstaklingar, þú ert með gamla þáttastjórnendur úr kjaftaþáttum, þú ert bara með ideológa og þeir eru engin hemil á ruglið í Trump og hann er náttúrulega, hann er nú sá populisti sem hefur verið hættulegastur vegna þess að hann er í þessu stóra ríki og ég kendi nú bandaríska kerfið í mörg áratugi og hvarlaði ekki að mér að þetta gæti gerst sem að hann er að vaða þar yfir, eyðileggja allt sem kallaði checks and balances. Hann er að stefna hraðbyri í áttina að authoritarjan eða svona ekki kannski alveg einræðið samfélagi en brjóta öll þau grundvallarprinsip sem bandaríska kerfið hefur byggst á og ég held nú að það séu meiri líkur en minni á að kerfið muni lifa þetta af en það er ekki alveg öruggt og það er í fyrsta skipti á minni ævi sem það er ekki alveg öruggt að bandaríska lýðræðiskerfi lifi af. Það er meira og meira sem við sjáum í Bandaríkjunum og líka í populistarhefingurum í Evrópu sem að minnir á það sem að Þröstur er að skrifa í bókinni uppgang fasista og nasista á millistríðsárunum. Já, það er sko óþægilegur endurómur. Það er óþægileg en það ég vildi bæta það líka við að til að reyna að hafa skýra mynd ef við skoðum Vestur-Evrópu. Þá er það nú ekki nema í kannski 2-3 löndum sem að sko hættulegir popúlistaflokkar hafa komist til valda og það er náttúrulega fremst í flokki Orbán í Ungverjalandi og þarna lög og réttlæti í Póllandi voru nú kannski á svipuðum slóðum en í öðrum Evrópulöndum þar sem popúlistarnir hafa fengið mjög óþægilega mikið fylgi að þá eru þeir nú eiginlega hvergi með meira en kannski 30% fylgi. 30% fylgi fyrir populistana þýðir að hinir eru með 70%. Og kannski megin spurningin núna er hvernig eiga stjórnmálaflokkar sem að aðhyllast þessi vestrænu lýðræðisgildi og vilja vernda vestrænt fulltrúalýðræði, hvernig eiga þeir að bregðast við. Og ein leið er að útiloka populistana og það er náttúrulega það sem að þjóðverðir hafa verið að gera núna síðast með samstjórn kratana og kristilegra demokrata. Það felur í sér alls konar vandamál. Skilur þú ert eiginlega að klippa á eðlilega átakalínu milli hægriflokka og vinstriflokka. Þannig að til að gera þetta þá verða bæði hægriflokkurinn, hefðbundi hægriflokkurinn og hefðbundi vinstriflokkurinn að segja ógnin af populismanum gagnvart lýðræðinu er svo mikil að nú verðum við að binda samtökum. Það getur reyndar jafnvel ítt undir fylgi populistana, það er alls konar, en það að ákveða með hvaða hætti á að taka á þessu og að svara af fullum krafti ruglinu sem að populistandi bjóðu upp á, það held ég að sé kannski mikilvægasta verkefni lýðræðissinna í samfélögum okkar þessi árin. Heyr. Hvað segir þú, Indriði? Já, kannski bara bæta aðeins við það sem eða nota það sem Þröstur og Ólafur sögðu hér stundt til efni. Sko, að horfa aftur til fortíðar eða líta til fortíðar sem
einhvers mótors fyrir framtíðina kannski svona svolítið vafasamt, en sérstaklega þarf við held ég við huga varðandi popúlismin það að popúlismin þeir eru að mála fortíðina í alltaf að mynda fortíðin heldur nú raunverulega. Algjörlega. Og það hættan við að sérstaklega á tímum þessara miklu miðlunar, félagsmiðla og svo samfélagsmiðla, að þá skapa menn einhverja mynd af fortíðinni sem þeir þykjast alltaf fara í. Svo Ameríka sem að Trump vil gera greitana gein, hún er ekkert hérna blómleg. Og mér þetta nú kannski líka í huga og þar kemur inn sérstaklega þessi þjóðernisrembingur eða þjóðernisstefna sem að Þröstur tala líka í bókinni. Bara nefna það sem dæmi. Fyrir nokkrum árum síðan að þá heldur einn af talsmönnum AfD, Þýskalandi ræðu, og hann afgreiðir svona ýmis mál í sínu tali og fortíðinni, og meðal annars segir hann nokkurn veginn orðrétt: hér valdatími nasista var bara svona fugladrit í 1000 ára dýrðarsögu þýsku þjóðarinnar. Þarna svona atburður sem að kostaði 60-70 miljón mannslíf, þar sem að á annan tug miljóna manna voru beilinnis myrtir af ásetningi, þessi gyðingar og allir þeir sem var svona ekki pössuð inn í samfélagsmyndina. Þetta er bara afgreitt, þetta er bara smá atriði í fortíðin sem skiptir einhver máli. Og þessi ummæli þau hlutu gífurlegar viðtökur á þessu fundið. Klappa meira fyrir þessu þjóður. Þannig að þarna er náttúrulega sögur fölsun og þegar hún minnist á þetta þá auðvitað getum við ekki annað en pælt í upplýsingaóreiðunni. Þessi blanda popúlismi og hvað maður segja þjóðernishyggja og þjóðernis dýrkun er held ég afskaplega hættuleg hlutur sem þarf að varast og held ég allir þurfa að berjast gegn. Þjóðremban er jafn hættuleg eins og föðurlandsástin eða þjóðræknin er bara jákvæð. Já, einmitt, svona jákvæð þjóðernis. En maður verður líka velta fyrir sér hvernig stendur á því að popúlistarnir ná þessum árangri þó að mér megi ekki íkja þann árangur. Og það er náttúrulega vegna þess að elítustjórnmálunum mjög víða, þeim hefur mistekist að bæta kjör þeirra sem verst eru settir. Þess vegna gerist það að popúlistarnir fá mjög mikið fylgi meðal fólk sem er með litla eða stutta skólagöngu, litla menntun og er í verkamannastörfum. Þetta eru hópar sem að kannski hafa ekki notið góðs á alþjóðavæðingunni. Þeir eru til dæmis í Bandaríkjunum hafa þeir verið í bílaiðnaðinum með einhverju slíku skilur sem að Trump lýgur að mönnum að hann geti endurreist, en það er auðvitað ekki hægt. Þeir geta ekki keppt vinnuafl eða sem sé verð á vinnuafli við Kína. En það er sem sé það er alveg skiljanlegt af hverju sem sé fólk sem að er orðið bara finnst sín staða, og ég hygg nú að ef þú skoðar kjör verkafólks í Bandaríkjunum í einhver áratugi, þið kunnið það nú betur hagfræðingarnir, að þau hafi lítið ekkert batnað frá því vantanlega 1970, meðan að aftur á móti auðkýfingarnir hafa margfaldað sinn hlut. Og þetta fátæka fólk í Bandaríkjunum, það er í rauninni tilbúið til að hoppa á hvað sem er. Annað heldur en og segja bara að demókratarnir og eiginlega allir hafa klúðrað þessu fyrir okkur. Þetta er alræði örvæntingarinnar eiginlega sem kemur. Það er fínt orð. Og Þröstur, þetta má ekki segja það að þetta sé nú einmitt kannski eitt af því sem að þú ert að ræða hvernig í þinni bók Horfinn heimur, hvernig raunverulega þú hefur talað kannski einhver mistök sem að vinstri hreyfingin og lýðræðisflokkar hafa gert sem hafa hleypt þessum popúlistum að eða hvað? Ég held að það hafi verið bara kannski eðlilega þó meðvituð mistök hjá þessum flokkum sem að sóttu fylgi sitt til almennings og verkamannana í liðinni öld, að
eftir því sem að sko, háskólamenn, eins og ég og Ólafur og fleiri og Indriði urðu meira meðvitaðir sína pólitísku stöðu og fór að ræða svona sína heimsmynd. Það var gert svo rosalega mikið úr minnihlutahópum. Það var líka einasta fréttatíma, það var einhver minnihlutahópur sem fékk athygli, meðan að bákjör, breiða almennings var ekkert minnst á það. Þau voru týnd. En hinir fengu alla eftirtekt og athygli og náðu þess vegna vængjum sínum og komust áfram, meðan að hinir sátu eftir. Stéttapólitíkin datt úr tísku, má segja. Þetta var eitt af því sem að ég að benda á að hafi verið meðvituð mistök hjá vinstri flokkunum, sérstaklega kannski Samfylkingunni og Alþýðuflokknum á sínum tíma líka, og gerði það að þarna myndaðist stór hópur fólks sem fannst til að vera afskiptir. En ekki eitt af því sem við þurfum að athuga núna að umgefa hvort að við erum fórnarlega ákveðnar tvíhyggju, sem sagt getum við ekki einmitt hugað að stéttabaráttunni á þess að þurfa að snúa baki þá við minnihlutahópunum öðrum, er það ekki ákveðin áskorun þá í dag? Það er bara svo erfitt. Það er bara svo erfitt í þessu fjölmiðlasamkeppni sem er og þessari algjör fjölmiðlunar umhverfi okkar. En það er það sem þarf að vinna að það sé hægt að sinna þessum stóra fjölda sem að berst í bökkum fjárhagslega og hefur ekki vinnu eða mjög óvissa vinnu. Það er kannski ekki gott að nota Ísland sem dæmi það, og hinna sem að þurfa að fá sín réttindi og þetta er svona kombinasjón sem að ekki er auðvelt að leysa. En má ég spyrja það Þröstur og Indriði, ekki ef við séum að fara neitt í dómaraleik, við erum ekki að vera með ritdóma og svoleiðis annað, og ég hlakka til að ég hef bara hlustað á fyrirlestur hjá þér Ólafur og heyrti tala en ekki lesið greinina sjálfa, þar sem þú talar stjórnmálarannsóknina og teknar upp þennan ás, þú talar þetta sé tvívídd, en raunverulega þegar þú ert að lýsa þessu þá finnst mann að þú samt vera eins og að koma með þrívídd inn í þetta, þar að segja að þetta séu tveir ásar en ekki bara vinstri og hægri, og það hjálpar okkur strax að það sé hvað er það, frjálslyndi og Já, frjálslyndi, íhaldssemi og hægri vinstri hins vegar, því þetta fer ekki alveg saman. Nei, en það sem kannski ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þig og þetta var afskaplega skýrandi og ég var aðeins að velta fyrir mér að því að þú ert líka svo með góða og rödd og góður kennari, þá var ég veltið fyrir mér þar sem ég satt í stúdentakjallaranum og hugsaði er þetta kannski aðeins of særfærandi, þar að segja þetta, og það voru sumir að velta því fyrir sér er þetta hjálplegt, en hvar eru hinir ásarnir? Þyrftum við ekki á núna þegar við erum að endurskoða okkar svona pólitíska landslag og við erum á algjörlum svona viðmiðana skiptum og reyna að koma okkur út úr polariseringu og öðru, þyrftum við ekki að teikna upp fleiri prófa, að setja fleiri ása og vita og takast aðeins á svona skýringamyndir? Jú, við byggjum þetta náttúrulega á empíriskum rannsóknum. Já. Og það byggist á því að þú spyrðum tiltekin viðþorf og síðan finnur hvaða viðþorf korrelera eða hafa fylgni og breytur sem hafa mikla fylgni, þær geta myndað ás. Við höfum auðvitað skoðað miklu fleiri ása. Í stjórnmálafræði er mjög algengast að menn séu með 2 ása, af því það er bara skiljanlegast. Menn hafa líka verið að vinna með 3 ása. Ég hef séð líka rannsóknir þar sem menn eru að vinna með 4 og 5 ása og það er allt hægt, skilurðu. En það sem ef þú skoðar þetta í heildina, þá enda menn mjög oft með 2 ása vegna þess að þeir eru einfaldastir í framsetningu og skiljanlegastir og þá koma þar inn þeir 2 ásar sem skýra mest af hegðun kjósendanna. Auðvitað væri hægt að vera með fleiri ása og það gæti breyst frá einum kosningum til annar hvaða 2 hægri vinstri ásin hefur nú í áratugi alltaf verið sterkastur, þó menn sé alltaf að segja að hann sé að deyja.
en hvort að hinn ásinn menningarás, hvort að hann utanríkisás. Það var nú til dæmis hér þegar ég var að læra stjórnmálafræði, þá kallaði nú Ólafur Ragnar, sko, var hann með mynd svona þar sem hann var með hægri vinstri ás og síðan kallaði hann hinn ásinn NATO herás, af því þá voru afstæðan til NATO og hersinn svo mikið deilumál í íslenskum stjórnmálum. En þetta eru bara fyrst og fremst empirískar spurningar, en auðvitað eigum við aldrei að segja, heyrðu, þarna höfum við fengið svona flotta skýringamynd og þannig bara þetta og þannig verður það. Auðvitað eiga menn að halda áfram að... Já, ég nú kannski bara, ég ekki mynd að gagnrýna skýringunum, heldur bara þetta að við erum kannski ekki, ég veit ekki hvort okkur vantar svolítið þessa þjálfun sem þjóð í því að ræða svona og skilja einmitt, að því við erum að tala að við þurfum svolítið að koma okkur út úr sko kannski ákveðinni tvíhyggju það sem eru valkostir, ekki bara hægur og vinstri, heldur ýmsir aðri valkostir og ýmis mál sem komu upp og fólk í svona meiri vandræðum með að einhvern veginn velja á milli og að sakna þessa gömlu tíma þegar það voru bara svona klasar, þar sem þú þurftir ekkert að vera að setja þig inn í öll málin, heldur bara sáu flokkandir þetta og já, hvað segir þú þetta, Indri? Myndir þú geta teiknaði fleiri ásað til gamals í sumarfríinu? Já, kannski bara byrjun við Þröstur sveitamenn, aldir upp í sveit annars vegar á Norðurlandi, hins vegar á Suðurlandi. Ég var nú í 6 sumur í sveit og Vestfjörðum. Og svo svona pólitíska mynd sem að mótaði okkur þá var bara sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur. Það voru þeir tveir ásar í pólitíkinni sem var til og utan að þessum ásum hingur svona annars vegar kaupmenn og hins vegar samvinnuhreyfingin. Samkeppni eða samvinna. Þannig að þetta kannski ekki byrjunin, en það sem að svona partur af okkar þorskasögu að upplifa annars konar heim og sjá að það eru mikið fleiri ásar og framvegis og það nú þannig í hagfræði og stjórnmálafræði og félagsvísindum að þá þjónar svona módel því að gera, hvað maður segja, það sem að veruleikið að kemur svona skiljanlega og það setur því ákveðin mörk af hvað við getum, hvað maður segja, haft módelin líkunum flókin, ef þau eru orðin mjög flókin að fara að taka í mjög betur, þá bara skilur enginn þau. Nei. Og þess vegna, en við höfum hins vegar ekki trúa á þessi líkum sem einhvers konar boðbar einhverja grundvallar sannindi eða vísindi heldur þetta einhvers konar mynd af í þessu tilviki samfélaginu, pólitíska samfélaginu á tilteknum tíma. Þannig að þessir ásar sem að Ólafur notar, þetta að vísu klassíski þenn skilningi þeirra að vera mjög lengi viðvarandi. En viðfangsefnin þau breytast með tímanum og við þurfum ekkert að fara mjög langt aftur tíman, þá hefði mann ekkert farið að búa til einhvers konar frjálslyndis eða menningar. Það var eitthvað allt annað, þá voru viðskiptamálefni eða utanríkispólitík. Þetta tengist auðvitað sko þessu sem menn kallaði geta hvað. Þannig að við erum alltaf að reyna að teikna upp mynd af einhverjum veruleika sem að mælanlegur og hugsanlega skiljanlegur með aðstóð svona hlut eins og þetta. Já, við verðum auðvitað alltaf að þróa líkunum okkar að veruleikanum, sko, en ég vil taka sérstaklega undir, sko, að vara við tröllatrú á einföld módel og eins og ég var að nefna á þannig, ég held að hagfræðin hafi lent mjög illa í því. Menn héldu að það að bara búa til glæsileg starffræðileg módel sem voru byggð á tiltölulega einföldum forsendum, að þau leystu alla gátuna, en síðan kemur bara í ljós að forsendunar eru bara rangar. Þetta geta verið módel sem hjálpa manni til að skilja ákveðna hluti en að trúa þeim og sko almenningur bara hagar sér öðruvísi heldur en reikni líkon nýfrjálshyggjumannanna til dæmis gera. Og heimur jafnvel líka og náttúran og það ýmislegt sem hefur áhrif á eins og til dæmis hagvaxtarpælingar og þannig. En Þröstur, myndið þú segja að svona ás, sko, manni finnst þessi veruleiki sem þú ert að bæði horfa öxl, lýsa þessum horfna heimi og raunverulega vísa, búa til ákveðin vettvang til þess að tala stjórnmál framtíðar. Þyrfti ekki þarf ekki eiginlega heilan eða svona ég veit ekki, þarf ekki svolítið að vinna í því eins og að teikna upp setja upp einhverja ása úr þessari bókinu. Ásar eru náttúrulega nauðsynlegir en þeir eru líka erfiðir vegna þess að það samfélag sem við búum við í dag er miklu fjölbreyttara
heldur en það var þegar þeir voru búnir til. Það var samfélagið miklu einfaldara. Það sem gerst hefur til dæmis í sambandi við sósíalismann eða jafnaðarmannaflokkin sem var þessi breiði stóri flokkur, sko, menn fóru að kljúfa sig út. Konunum fannst ekki nógu hratt farið og stofnuðu sitt eigið. Náttúruverndarmenn fannst þeir vanrækja náttúruverndina og svo framvegis. Að þessi heildarhyggja glataðist af því að menn litu á sjálfan sig og sinn eigin flokk svo mikilvægan að þeir fóru út og eftir varð raunverulega lítið flokkur. Að setja þetta á ás, svo komu náttúrulega menningamál þarna inn í líka mjög mikil, eins og ég segi nauðsynlegt, en það gefur ekki nema takmarkaða skýringu á þeim flókna vef sem þarna bakvið. Er þetta ekki þá gott svona verkefni sem við getum beðið svona eins og þessi prófessora beðið hlustendur og lesendur kannski að í sumarfríinu að dunda sig við að teikna upp ása, fleiri ása og út frá þínum að því að þessi ásar sem þú ert að kynna, þeir náttúrulega, já, þeir eru að, hvað er það, myndgera ákveðin tímamót í hugsun okkar og eins og en þetta er svo mikil kannski tímamót og svona flóknir tímar að við þurfum að gera kannski teikna upp fleiri ása. Er þetta ekki gott sumarverkefni? Jú, fínt sumarverkefni. Þetta er alveg rétt sem að Þröstur var að segja. Já. En hins vegar þá sko er þetta nú ekki bara aldagamlir ásar. Hægri vinstri ásin er mjög klassískur. Hins vegar þessi menningarás, við tókum hann fyrst inn í okkar skrif sko í greiningum á gögnum svona í kringum 2020. Hann hafði verið notaður víða í útlöndum áður, en við höfum ekki notað hann á Íslandi áður. Og inn á þennan sem sé menningarás kemur meðal annars umhverfismálin sem að þresti eru nú ákaflega hugleikin í bókinni, þau koma þar inn og afstaða með umhverfisvernd, hún hefur fylgni við frjálslynd viðhorf í fjölmörgum svona menningartengdum málum. Í rauninni sjáum við líka á þessari mynd populisman. Sá flokkur á Íslandi sem að hefur líkist, hefur mest populísk einkenni, ég hika nú við að kalla hann populistaflokk beinlínis, það er miðflokkurinn og við sjáum alveg greinilega á þessu menningarás að miðflokkurinn er sem sé lang íhaldsamastur á þeim ás og reyndar líka kemur fram í greinin okkar að frambjóðendur miðflokksins þeir eru mun íhaldsamari heldur en kjósendur miðflokksins alveg eins og frambjóðendur sjálfstæðisflokksins eru mun meiri markaðsinnar heldur en kjósendur sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er nú ýmislegt í þess sem ég tek undir að það þarf auðvitað endalaust að endurskoða þetta. Við náttúrulega þökkum þér fyrir að vera öll stjórnmálaskýrandi og gefa okkur slík tæki en það sem ég er bara að segja að ég held að það séu sannarlega hjálplegt að hafa slík tæki en empirísku rannsóknirnar kannski þau kalla á samræðuna og að við setjum það í samhengi og dýpkum það og hugsa ykkur að það væri einhverjir svona forritarar og tölvuleikja hönnuðir sem er að hlusta á okkur og myndu setja svona þessa flóknu veruleika upp í einhvers konar ása með þrívít. Ég sé enga mótsögn í þessu rauninni sko. Að ég hef síðan mörg dæmi það að menn vinna með tölur og enga kenningu og það er nú afar takmarkað. Síðan eru menn að vinna með einhverja kenningu og reyna að tengja það við gögnin og síðan er kannski eitthvað sem að eru stærri línur sem eru svona meira heimspekileg kannski og er ekki endilega mjög mælanlegt og við megum náttúrulega þó að ég sé mælingamaður þá átta ég mig alveg á því að kannski ýmislegt af því sem að er mikilvægast það bara er ekki mælanlegt auðvitað eigum við að fjalla það líka en erum við að klára? Við erum að klára Ég ætla þá að segja eina sögu af pabba þínum Ég var svo glaður yfir því að sjá hann hér á skjánum áðan en heyrði því miður ekki í honum mínum gamla vini. Við vorum bara saman í stjórnmálafræðinámi í Háskóla Íslands löngu áður en að Ævar fór í guðfræðina. Og á þeim árum þá vorum við að glugga í bók vinirnir
sem að hét State, Power and Socialism. Og Ævar vildi nú þýða þetta yfir á gullandamálið og hans þýðing var svona: ríkið, mátturinn og dýrðin. Mér fannst það einhver besta þýðing sem ég hef heyrt. En ég man eftir því sem eiginlega bara barn að vera að reyna að toga pappa þar sem hann var í svo mjög langdregnum samræðum við þig einmitt lýðræðið og líka við Svan Kristjánsson og mér langaði kannski einmitt að gott að þú myndist á það var að koma út merkt bókasafn held ég, er ekki bókaflokkur eftir Svan Kristjánsson lýðræðið sem ég held að við þurfum líka að ræða með haustinu, þannig að það er nú alveg þetta er alveg ýmislegt við þurfum að gera sko til þess að er það ekki reyna að skilja popúlismann og skilja lýðræðið og reyna einhvern veginn að vera stefna í orientar okkur í rétta átt. En ég held að við látum staðar numið núna, þakka ykkur alveg hjartanlega fyrir að koma til okkar að rauða borðinu á samstöðinni í þessu maraþónspjalli Þröstur Ólafsson, Ólafur Þ. Harðarsson og Indriði H. Þorláksson og ég ætla bara að minna á þessa bók sem er þá sumarlesningin Horfinn heimur, minningaglefsur. Ég held að nú sé reglur maraþónsins svoleiðis að við megum taka kannski 5 mínútna pásu áður en að synir Egils koma hérna til að tala ég held að þeir séu meira að tala svona líðandi stund. Sko við gætum bara skipt stjórnendur og þið myndu vera mjög góðir viðmælendur þá líka í þeim þætti. Margt skemmtilegt að gera. Eða mjög skemmtilegt að gera. Ég vonaði séu til ég að koma aftur hérna til mín í haust. Ævinlega til þín, Oddný mín. Þakka ykkur fyrir. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur hérna fyrst í ljóðadagskránni og svo í þessari grundvallar samræðu og í umræðu á Skype í millitíðinu almannaútvarp og við fáum smálíklega auglýsingar og viðtöl út í bæ áður en að synir Egils koma hérna með góðum gestum. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is